Sigmundur segir næst. Bara það nötrar allt og títrar út af bókun 35, sko. Já. Ég las þarna bara það sem var vitnaði Helga Bernhardsson sem var fyrir skrifstofustjóri að að málþóf var ekki sama málfrelsi og hann vill raunverulega breyta þessu. Honum finnst þetta alls ekki til sóma og reynda gerði svona samlíking og með nauðgæmi er ekki sama kynfrelsi sem fannst ekki alveg kannski passa sem samlíking en sann sem áður, maður hefur auðvitað fylgst með þessu og hvernig koma Miðflokksmennirnir hver á fætur öðrum og hafa verið ekkert að tala annað en að tefja atkvæðagreiðslu máli. Já. Ég verð að viðurkenna, ég hef bara einhvern veginn ekki fylgst með þessu og geri það bara fyrir sjálfa mig. Það bara eitt af því sem ég geri bara til þess að lifa af. Það að fylgjast ekki með málþófi Miðflokksins 35. bókunina. En þetta náttúrulega þessu skýtur upp í fréttum. Ég verð að segja það, mér finnst til dæmis alveg ótrúlegt að það byrjaði fréttatími Ríkisútvarpsins núna í hádeginu á málþófi Miðflokksins og svakalegri móðgun að það væri þingfundur á sunnudegi. Því að nú þetta fólk sem búið að bladra þarna alveg samhengislaust í ég veit ekki hvað, langan tíma þessa bókun 35. Nú það orðið svo kristið að það getur ekki farið í vinnun á sunnudegi. En sko, ég held að við sem að vitum að þessu... Og það riður úr helstinu bara þarna nýhöfnu stríði milli Írans og Ísrael og það kemst ekki að nema það að miðflokkurinn óanæður með að þurfa að bladra á sunnudegi. Og ég held að við sko sem vitum að þessu við erum ekki að hlusta á ræðu til ræðu. Nei, við erum ekki að hlusta. Það er ekki hægt. Helgi var líka að segja að þetta væri bara svona óvirðing við þingið og þingmenn. Mér finnst þetta líka bara óvirðing við kjósendur og bara almenningi í landinu. Þetta er bara óvirðing við almenna skynsemi. Svo var þarna á Stöð 2, sama ekki lengur segja Stöð 2, á Bylgjunni var þarna mjög löng frétt hláturskast Sigríðar Á Andersen í þessu málþófi öllu og mér finnst þetta bara til skammar. Það logar, ég meina ef þú ferðin á erlenda fréttarsíður þá verið að fjalla þessi mál sem eru að brenna á okkur mest. Ekki einhverja örfáa kjána sem að taka alþingi í gíslingu út af einhverju rugli. Mér finnst líka samt sem áður að það sé verið að senda skilaboð inn í það sem hefur verið að gerast undanfarið, þarna Ísland þvert á flokka, út af því að bókun 35, hver andstaðan Miðflokksins felst í því að það sé nánast landráð og afhendinga og framsala og fullveldi út af því að þetta felst í því náttúrulega ef það einhver svona árekstur á milli íslenska löggjafar og Evróputilskipana þá víki íslensku lögin og ég meina auðvitað þú veist, ég meina við fengum fyrst mannréttindakafli stjórnarskrá þegar við gengum með Evrópska efnahagssvæðið og meina voru íslensk lög sem meðal annars fólu í sér þá hagsmunaárekstra, sýslumaður og lögreglustjóri voru einn og sami maðurinn og svo framvegis. Þannig að það hefur náttúrulega verið rosalega mikið réttabót í því að ganga til liðs við Evrópska efnahagssvæðið. En það hefur verið að spila inn á þessa tilfinninga líka. Þú veist, þess vegna þetta leikrit í gangi. Og það þannig að við stöndum hér vörðum fullveldi Íslands og viljum ekki framselja fullveldi okkar og sjáu þið, hér stöndum við vaktina allan sólarhringinn. En getur verið, eins og ég var nú að reyna að hinta á þann, að við séum að veita þessu ómikla athygli, af því að leikrit ganga náttúrulega ekki þarna endalaust nema það séu einhverju til að horfa á þau. Nákvæmlega. Og af því þú nefndi nú þennan fund Ísland þvert á flokka á Austurvelli sem eru einhverjir svona eitthvað samansafn af rugludollum sem að koma þar saman og fær alveg ótrúlega athygli í rauninni þegar maður hugsar öll þau almannasamtök á Íslandi sem að starfa og að beita sér fyrir umhverfisvernd, að beita sér fyrir friði, að beita sér fyrir starfi fyrir börn, alls konar í rauninni þjóðþrifamálum sem að við erum að einhverju leyti kannski höfum öll einhverju hagsmuni að. Þau fá enga athygli, þau þurfa að berjast fyrir því að komast inn í fréttir með það sem að... Ekki viðskiptaráð, þeir eru alltaf í kastljósi. Já, að viðskiptaráði undanskildu, ég var nú... En finnst einhverju ekki skrítið? Svo koma þarna einhverjir 10
einhverjir skringlar og ætla að fara að bá svona þjóðerniskend á Alþingi og þá fyrir bara allt þjóðfélagið á hliðina. Við erum að veita þessu aðeins of mikla athygli, bæði þessu málþófi og þessu þessum skringiliheitum þarna á Austurvelli. Já, ég er bara þjóðin, fjölmiðlar sem eru okkar þarna, við erum með kastljósið of mikið á þessu skrýtna fólki. Það er vissulega einhvers konar vaxandi þjóðerniskend í samfélaginu, það er vaxandi rasismi, en hann er einhvern veginn að mestu leyti sem betur fer bundin við mjög fámennan hóp. En það er óþol hins vegar gagnvart útlendingum í landinu og það er líka þarna eitthvað sem við verðum að horfa. Við verðum að viðurkenna að og það er kannski ekki bara, þú veist, það er ekki við rasisma að sakast alltaf, það er líka við stjórnvöld að sakast. Vegna þess að innviður okkar er að morkna niður. Það er endalausir þarna út af endalausum túrisma sem að greiði lítið til samfélagsins, út af innflutningi á erlendu verkamönnum sem að við gerum lítið fyrir og þarna við erum ekki að standa okkur í að þarna hugsa þessa innvið okkar og það veldur álagi á samfélagið og það veldur óþoli hjá almenningi og við þurfum að horfast í augu við það. Það er ekki rasismi, en það er vissulega rasismi þetta pakk þarna á Austurvelli og það sem að það hefur til. Þú vistuð að þau eru búin að kæra einhverja 3 fyrir hatursorðræðu. Já, það er mjög gott að nota í raun og veru þetta hegningalögin eins og bara maður getur gert. En ég var aðeins að skoða að það er svona aðeins þessar þjóðernishreyfingar sem hafa verið á Íslandi eins og það var einn frá 1934-44 sem hét Þjóðernishreyfing Íslands og var svona höllandi nasisma og svo 2001 kom félag íslenska þjóðernisina. Ég man ekki eftir hvort í muni að það var viðtal við hann varaformanninn í DFF og þá einmitt fekk hann kæru fyrir að hafa brotið hegningarlags ákvæði 233a, þú veist, út af hann var að tala niðrandi fólk sem var svart eða sem sagt, líta fólk og hann fekk dóm og það var fésett í héraðsdóm og hann áfrýjaði og það var 3-falda Hæstarétti og það var svona ákveðin skilaboð inn í samfélagið og þetta var þeir svona flosnuð upp, þetta voru einhver bræður undir Eyjafjöllum og þeir hættu og síðan 2006 þá var gerð svona bara könnun hvort það væri svona fylgi við þjóðernisflokk á Íslandi og það var einhver maður Ásgeir Hannes Eiríksson sem ég veit ekki hver er en hann var svona það var út af það var út af að vera komin ógn af erlendu fólki. Svo 2016 kom íslenska þjóðernisfylkingin, hún ætlaði auðvitað að bjóða fram í öllum kjördæmum og tókst ekki að fá tilskil fjölda undirskrifta og líka klofnaði og 2018 var frelsisflokkurinn stofnaður. Hann var svona álíka jaðarsettur. Og svo er norður við 2019 og núna 2025 Ísland þvert að flokka en það sem ég fannst vera áberandi núna er að, þú veist, þetta sjálfstjórn sem þau eru komið með að mæta Austurvöll með íslenska fánan sem hinar hreyfingarnar gerðu aldrei. Það voru meira svona jaðarsettar og meira á jaðrinum og eitthvað svona að príla en ég fór einn svona fyrirlestur og það var örugglega fyrir 10 ára síðan og þá var sagt að væri alveg komið grundvöll fyrir svona flokk. Það sem vantaði væri í raun og veru leiðtogi sem að höfðaði til fólk sem hefði svona karisma og það kannski gerist pínuleiti með Sigmundi Davíð þegar hann fer að auðvitað framsóknir svona þjóðrækniflokkur en hann fer að færa meir til hægri hann var alltaf mjög virkur í Indefense og verður svona pínlítið þjóðheita í kjölfarið svo stofnar hann miðflokkin og nú eru þeir komnir og þeir eru að gera þetta á Alþingi og þeir eru í jakkafötum eins og Snorri Már og allir skallar skiptunhappa, ermanhappa og fínir. Nákvæmlega. En Benedikt, hvað segir þú þessar reyfingar allar sem eru að gerast? Það sem er nú mest áberandi, þetta er bæði í þessum umræðum núna og áður voru nánast sömu umræðurnar þriðji orkupakkan. Það var aldrei verið, þetta er umræða án innihalds. Það er aldrei bent á að segja, þessi lög, íslensku lög eru í hættu. Þetta er alls saman íslensk lög, það er ekki, þau bara koma frá af því við erum í Evrópska efnahagssvæðinu. Og ég eiginlega vil varla vera eyða mikilvægum tíma þessa þáttar í að vera í þetta lið. Svo ég segi nú bara alveg eins og er. Ég hef bara eiginlega engan áhuga á því og enga virðingu fyrir því. En mér langaði samt að segja eitt að það er kona sem skrifa bók heitir Pankja Mishima, AIDS of Race hétu hún og ef maður googlar AIDS of Race þá er rosalega mikið umræða þetta svona öld reiðinar og þú veist og það er verið að benda á það eins og tilmynda eftir hrunið þá
fjárhagskrísan 2008, þá missi fólk í raun og veru trú á stjórnmálsþættina. Þú veist, hægri sinnaður, þeir eru með fjármálaöflunum, þeir sem eru vinstri svona menntæðir og menningarsinnaðir og svona venjulega fólk, Jón og Gunnar sem að berst í bökkun, þeir finnst þau ekki eiga neitt fulltrúi, enginn sem þú tristir og í raun og veru og það myndast tómarum og Jón Gnarr og bestiflokkurinn fyllti það tómarum á Íslandi, bara þökk sé Guði vegna þess en það sem að gerast núna að þessi svona meira hægra aukaflokkar að fylla þetta tómarum og þetta það sem að og það er búið að gera rannsóknir á þessu dálítið lengi eins og ein stór sem tók til 51 landa árið 2001 og hún sýnir að það sem að í þeim löndum það sem mest upplifun af spillingu, vangeti stjórnvalda til að mæta þörfum almennings, misskipting, þar verða auðgarnar meiri vegna þess að fólk missi svo mikið traust á stjórnmálkerfið. Traust til Alþingis, það er hríðfjall eftir hrun, það hefur varla náð að jafna sig eftir það, 25% traust Alþingi, 75% gerða ekki. Og og þetta talið líka og mesta aukningin síðastliðin 40 ár í Pólun og Skautun hefur átt sér stað í Bandaríkjunum samkvæmt rannsóknum og í Þýskalandi og síðan fleiri löndum og þetta er að vera jafnt í mjög eða svona rótgrónu lýðræðisríkjum eins og Danmörku og líka það sem heitir svona emerging democracy eins og Pólland og Tékkland og svo framvegis og þetta hefur auðvitað líka með áhrif samfélagsmiðla að gera. Það ítir undir skautunina og svo hefur þetta líka auðvitað rosa mikið með stjórnmálaflokkarna að gera sem eru að manipulera með þessa reiði og það er verið að tala svona, það er annar höfundur sem að ég var að lesa að hann talar að hann er þýskur heimspekingur, hann talar tennskon reiði, svona banked rage sem er svona innibyrð eða réttlát reiði og svo dispersed rage sem er svona meira óreiðu reiði. Það veistu og fyrir reiðin leitið til þess að fólk fer svona að skipuleggja sig og berjast kannski fyrir einhverjum umbótum og eitthvað jákvætt gerist í kjálfarið og kannski bara beita sig gegn aðskilnaðstefnu eða eitthvað en hinn er svona, fólk er reitt, það veit samt ekkert almennilega á hverju, það veit ekki alveg hverju lausnin er og Helvítis fucking fuck er góð setting fyrir það. Helvítis fucking fuck og þá beinist reiðin bara dálítið mikið af og þú veist og þetta verður meira svona hópamynd við og hinir og þú veist og hóparnir fara svona í strífi hvert annað og þá finnur bara einhvern sökudólk og þú veist út af því að þú getur ekki einu sinni treyst stjórnvöldum til þess að taka þig alvarlega út af þeir eru búin að sýna það að þeir finnst þú ekki skipta máli og og þá er bara maður velta fyrir sig eins og Ísland þvert á flokka þú veist það voru 4.000 fyrst þannig í þessum hópin þeir eru komið fyrir 5.000 4.1% af allir þjóðinni En þetta er hér en svo er náttúrulega horfum við líka á hvað er að gerast í Bandaríkjunum. Því að ég ætla að andmæla henni Þóru Kristínu sem ég hef oft unnið með á ritstjórnum með mat í fjölmiðlum þá erum við að segja frá frávikum við erum ekki að segja alltaf frá hinu almenna í dag fóru svona margir sjálfboðaliðar í Rauða krossinum til starfa en það við erum það er bara við kunum bara eðli sögunar að við skoðum frávik. Þannig að mér finnst í sjálfum sér ekkert að því að fjölmiðlar beini athygli á því. Ég er eins og saman á því að þetta mál þó getur ekki verið fyrsta frétt hjá Ríkisútvarpinu dögum saman. Miðað við það sem er í gangi í heiminum og bara á Íslandi ekki heldur. En þetta er líka svolítið dapurlegt að því ég svona þykist tekja eitthvað smávegis til einhvers fólk sem að núna er í miðflokknum. Þetta eru ekki allt saman vitleysingar en þeim breytast í svona líðskrumara og svona álgjörða kjána bara allt í einu við það að koma undir áhrifavald þessa mikla leiðtoga sem að þar er. Svo er sambandið það sem Magni er að segja þá er þetta líka birtingarmynd af falli á trausti á lýðræðinu og opinberum stofnunum, svona bara stofnunum samfélagsins í okkar heimsluta og sérstaklega á Íslandi og það birtist meðal annars með því að verða til svona hópar. Ég hins vegar tók eftir því eftir fyrsta fundinu, þá fannst mér vera svona tónn í mörgum að ég bara vilja fara á Austurvöll og spyrja þetta fólk hvað væri að.
Ég veit ekki hvort þú fáir sko skynsamlegt svar út úr því, hvort þú fáir einhverja leiðsögn það af hverju það er svona mikil reiði í samfélaginu sem að meðal annars birtist með þessum hætti. Ég held að þetta sé frávik af því, en við ættum eins og að hafa svolítið fókus á því. Af hverju hefur almenningu mist traust á stjórnmálunum og opinberu stofnunum og bara stofnunum samfélagsins og vinna á því. Það er bara raunverulega mikilvægt samtal sem að verður að fara fram. En það er alveg sama með Alþingi og útlendingana. Það eru einhverjir hópar vitleysinga á útlendingum, það er einhverjir sagt að ég séu glæpagengi og svona. Þetta er bara mjög lítill hluti, alveg eins og á Alþingi. Þar eru einhverjir vitleysingar og það eru þeir sem ákveða það og fólk segir ég hef enga trú á Alþingi, ég hef ekki dálit á Alþingi. Það hefur jafn lítið álit á Alþingi eins og þeim sem það er minnst álita. Já, þau sem taka sér dagskrárvaldið. Það er náttúrulega skilgreinin sem engi sem vitleysing, sko. Það er eitthvað óalega vók að fólk með skilgrein sig sjálft. Það er ekki vitleysingarnir og við hinir, sko. Nei, það er samt... En við hinn vitum það samt. En það er samt þannig að við eigum ekki að vera alltaf með, sko, fókusinn á vitleysunni, hvort sem það eru vitleysingar sem fara fyrir henni eða einhverjir aðrir. Við eigum pínlítið stundum að hefja okkur yfir. Og ég er ekki að segja að ég þakka niður en svona til dæmis vitleysisgangur eins og er núna á Alþingi þrífst á athygli. Þessi vitleysisgangur á Austurvelli, hann þrífst á athygli. Stundum er ekki hægt að finna vit í vitleysunni. Nei, ég er algjörlega sammála vegna þess að sko mótvægi við þessu. Það er akkurat vöndu líka fjölmiðlumræða sem setur hlutina til að mynda í samhengi. Og því miður það eru allt og fáir sem eru að benda á staðreyndir málsins sem eru liður í því að eiga við vitleysuna og þennan undirróður og áróður. Því alveg eins og Bendit var að benda á þá eru þetta tiltölulega fámennir hópar í samfélaginu sem að taka alla athyglina í umræðu til dæmis útlendingamál, í umræðu þarna alls konar mál. Ég ætla að ég reiknaði áður ég kom að sko Ingibjörg Davíðsdóttir, Miðflokki, hún er fyrst á mælendaskrá í dag og hún byrjar núna klukkan 1 og þá heldur hún sína 43. ræðu þetta mál. Pappennar, Davíð Aðalsteins frá Arnbjargarlæk, hann satt 8 ára á þingi fyrir Framsóknarflokkinn og samkvæmt vef Alþingis þá flutti hann 52 ræður á 8 árum en dóttir hans er núna 43. ræðuna sama máli. Þetta sýnir nú yfirburð kvenna. Nei, hann var svona flottur maður, sko. En varðandi málþófið, það var eitt í þessu að ég skynja hjá Miðflokknum svona mjög sérstaklega hugmyndir lýðræði. Það er að því að þú ert að tala einn heilaga leiðtoga þeirra sem að talar oftu, hann sé að mæla fyrir skynsemi eins og sko skynsemi í mannlegu samfélagi einhvern veginn rati í gegnum hans höfuð út hans munn. Og með þessa afstöðu þá trúir hann því, og margir sem eru með honum í þessu flokki, að Miðflokkurinn hafi eiginlega heilaga skyldu vegna þess að þeir skynji betur raunverulegan vilja þjóðarinnar, eigi auðveldrað en allir aðrir með að skilja raunverulega hagsmuni og þess vegna berð þeim raunverulega ekki að beygja sig undir lýðræði eða meirihluta vilja inn á þingi. Þess vegna er þeirra skilaboð eða þeirra verkefni raunverulega hafið yfir lýðræðið. Og þetta er sami tónninn og við heyrum bara hjá Trump og hjá mörgum flokkum í Evrópu og sem er bara hluta því sem er mesta hættan sem að stafar á okkar samfélögum eru þeir sem að telja sig bara vita svo vel og séu svo nátengdir einhverjum raunverulegum sannleika að þeir þurfi ekki að eiga kerfin okkar, sko, lýðræðið, drift, valddrift samfélag, mann bara leggja þetta allt af að þeir vita bara betur. Þannig að mér finnst þetta hryllingur að horfa á þetta. Já, náttúrulega með Trump, sko, þannig að segja hernum á sína eigin þjóð. En núna er náttúrulega sko eina vonin, þetta eins og í Bandaríkjunum, það er auðvitað að í raun og veru lýðræðislega stofnanir sko standist álagsprófið sem er á þeim og það er náttúrulega mjög áhugavert, þú veist, þessi dómur sem fellum að þetta væri sem sagt ólög, þessi tollar, allir þessi tollar, hann væri bara taxivald sem hann hefði ekki og þá talar hann einmitt þetta, að þetta er dómur fólk sem er ekki lýðræðislega kjörin, eins og hann segir lýðræðislega kjörin og það er mjög auðvitað vekur von, þú veist, það er mjög jákvæmt að sjá þessi mótmæli núna, no king, engin konungur, út öll Bandaríkin og þrátt fyrir að hann reyni að beita hernum og þvílíkt, þannig að þú veist, fólk eru auðvitað að standa upp á móti þessu
og kannski vonandi sjá eitthvað aðeins í gegnum þetta. En ég minna það eru hann er líka að missa fylgi meðal fyrirtækja sem er farið inn í fyrirtækin og helminguna starfsfólkinu er bara að gera brottrekur og þeir standa bara frammi fyrir því að geta ekki rekið fyrirtækin sín áfram. Þetta er náttúrulega bara ótrúlega Sama myndi nú gerast á Íslandi ef við myndum reka útlendinga. Það myndum heldur betur hrynja mörg fyrirtæki, byggingariðnaðurinn, ferðaþjónustan. Og það er akkurat máli og talandi stjórnmálaflokka, þá finnst mér þó jákvætt að forsætisráðherra sagði þess í viðbrögð að það ætti ekki beina, ef fólk ætti eitthvað sökótt við einhvern, þá ætti það ekki beina því að fólki sem býr hérna og starfar og frekar að stjórnvöldum. Þetta er náttúrulega þessi innviðasköld og allt það sem er að valda vandræðum og líka bara hvernig húsnæðismarkurinn er og hefur verið eftir hrun. Og þessi, markaðsvæða bara allt kerfið eftir 2000. En þar koma fjölmiðlarnir inn í og það ætti að vera að taka þetta inn í samhengið. Þangað á gagnrýnin að beinast. Hún á að beinast að götóttum vegum þar sem það má ekki leggja á gistináttaskatt, það má ekki leggja neitt skatt á ferðaþjónustuna þannig að það sé hægt að sinna almennilegu viðhaldi. Við erum ekki að setja peninga í heilsugæsluna til dæmis út á landi sem þarf að sinna stórauknum ferðamannafjölda. Við erum ekki að setja peninga í skólana sem þarna til þess að mæta þessu álagi sem er af börnum sem eru með koma mállaus inn í skólana. Já, og veistu það, jafnvel til að vera bara tímabundið. Svo tala við talsmann þessa Ísland þvert að flokka, Sigfús, og það er ekkert verið, þetta er, það þarf meira svona eins og í BBC Hard Talk, skilur, af hverju segir þetta? Hvað hefur fyrir þér þessu? Þegar hann fyrir að tala um það að fara á spítala og hann heyrir og finnur að það er rosa mikið tími sem fyrir í að sinna einhverjum 2-3 útlendingum. Hvernig veit hann, þú veist, að hvort þetta er ekki ferðamenn og það er 12, ég heyri það frá mannsku sem vinnur innan þessa heilbrigðiskerfis að það veri á hverjum tíma eða árlega, það veri 12-15% af öllum hjúkrunarrýmum að það veru ferðamenn. Þeir fá hjartaáföll og fótbrjóta sig og ég veit ekki hvað. Allt fólk getur veikst. Já, allt getur fólks. Og fólk er ekki skora á hólm með þetta. Og síðan fær þetta bara svona smitast út í alla umræðu. Það tengist líka bara hnígnun fjölmiðla því að eitt af því sem fjölmiðla er að gera er að vinna með samhengi hlutana, ekki bara að segja fréttirnar. Ef þú segir bara fréttirnar, þá er þetta bara bombardera á áhorfendur og áhorfendur. Það er það rétta mönnum hljóðnemann sem að eru jafnvel að spúa hatrið og verður að setja hlutin í samhengi eða sleppa því að fjallum. Og eins og þetta spúa hatrið í þessu rannsókn sem ég var að skoða og mér finnst þetta áhugavert, maður er að velta fyrir sig hvað er í gangi. Það var að segja, þegar stjórnmála menn spúa hatrið, eins og þú segir, að þá hefur það rosalega áhrif. Ef að stjórnmámaður segir, heyrðu, nú skulum við bara láta kyrrt liggja, þú veist, við fordæmum ofbeldi og þar finnst mér, nú er þetta ríkisstjórn ekki ganga nógu langt. Þeir hafa ekki stíðinu í fæti og sagt, við líðum ekki hatursorðræði, við líðum ekki það sem vera ráðast og sérstaklega hópa fólk sem hér búa á grundvelli þeirra trúar eða uppruna hvað sem það er. Þetta er svona hálfkák þar, en það hefur áhrif á fólk. Það er bara eins og foreldrar að skamma krakkan sinn eða þannig. Þeir eru að senda skilabóðin inn. Það þarf líka að stiga alltaf fast í jarðar þar til að vega upp á móti þessu og vega upp á móti þessu með fjölmiðlun sem að þú veist, getur bara benda á þeirra skoðun sé nú nokkuð ljósamt. Ég held að þetta er nú einhverjum hug að núverandi ríkisstjórn sé með hatursumræðu eða... Nei, ég sagði stiga fasta til jarðar. Já. Aðeins vera aðskil. Ég er saman því, mér finnst að stjórnum þegar ég að taka þetta alvarlega. Það sem er svona vaxandi rasismi. Ég hendur það geta alvarlega sko. Þetta grefur undan öryggi fólks þegar svona umræða fer á sá sem er ekki hvítur og hörund, hann er óöryggar í dag en hann var fyrir mánuði síðan. Það er alvarlegt. En við þurfum að taka þetta, það er ekki nóg að stjórnvöld taka þetta, það þarf að taka þetta inn í skólakerfið og því þurfum að fylgja, það var að ræða þetta við börn og þarna kenna þeim að lesa samfélagið og horfa gagnrýnum augum á svona umræðu og hundaflautur og það sem er í gangi. En Benedikt, þú og Daði Már er ekki sömu skoðunar í öryrkjamáli? Já, sko. Það er semst lagt fram ákveðið frumvarp sem vill svo til að kemur úr fjármálaráðuneytinu og það að það megi ekki taka tillit til bóta almannatryggingakerfisins hjá lífeyrissjóðum
það er tvennt í þessu, þetta svolítið flókin mál eins og lífeyrismál og fólk á erfitt með að setja sig inn í það. En það er kannski fyrsta lagi það að prinsipið að menn eigi ekki að vera betur settir fjárhagslega eftir áfall heldur en fyrir. Ef maður klassikeri bílinn sinn og hann upp á 5 milljónir, þá maður ekki að fá 6 milljónir fyrir í bætur. Og þetta er svona sambærilegt, fólk á ekki að fá hærri laun eftir að sem örorkubætur heldur hann var með fyrir. Hitt er það að með því að lífeyrissjóðir þurfi að borga meira, að lífeyrissjóðir eru bara ákveðin stærð og þá verða þeir að taka það af einhverjum öðrum og það er einlengir aðra að taka það af heldur en lífeyrisþegar og það verður þá að lækka lífeyrisgreiðslur til þeirra. Þetta held ég hafi ekki verið hugsað svona í greinagerðinni, talað um þetta sé nú bara lítilsháttarmál í ákveðnum sjóðum, sérstaklega sjóðum verkamanna og sjómanna, þá er þetta stórmál, getur verið þegar fram í sækir, getur 5, 6, 7% lækkun sem umræðir og það er bara afleitt að það skuli koma frá ríkisstjórninni. Ég held að það hafi bara ekki verið athugað nóg, var ekki hugsað frá upphafi, það var ekki haft samráð við lífeyrissjóðina, talað samráð en mér skilst það, ég var ekki á þeim fundum en mér skilst það að hafa verið fundir þar sem hafa verið bara sagt svona verður þetta og það er auðvitað óöfnilegt. En þú þekkir mjög vel til í þessu, þú margar ekki þetta ekki? Þú er unnið mikið? Jú, ég hef unnið mikið, það er mín vinna. Já, þannig að þú sér þetta alveg skýrt svona. Já, hjá þessum sjóðum. Þetta er einhverjir 5 sjóður sem þetta kemur sterkast við, en kemur eitthvað við alla. Já, en þar munu sem sagt sjóðsfélagar í þeim sjóðum, sem eru konar eftirlaun, að þeir munu munu fara á eftirlaun. Það er bara tryggingastofnun sem að... þá fer meiri kostnaður yfir á ríki þar líka. Þannig að þetta gerist ekki alltaf í einu. Þetta gerist svona í áfengum. Hluta af þessu gerist strax, en hluta af þessu eru svona óbein áhrif. Til dæmis, við höfum náð mjög miklum árangri í endurhæfingu núna undanfarin ár hjá meðal hans gegnum starf virk. Ég veit að margir óttast að það starf mun ekki gefa jafngóðan árangur þegar ekki lengur þessi fjárhagslegi hvati. Ég held að félagslegi hvati er alltaf til staðar. Það vilja allir freka vera á vinnustað og gera gagn. En þegar að eru að horfa á það, ég er annars vegar með 750.000 krónur núna, ef ég fer á vinnumarkaðin þá fæ ég 600.000. Er það skynsamlegt? Ég er hérna með 2 börn sem að sjá og þetta snýr ekkit að því að menn vilji skerða kjör öryrkja. Það er búið að setja fram og samþykja lög það að það á að breyta bótakerfi öryrkja núna 1. september þannig að þeirra kjör munu batna. Það er alveg klárt. En mér finnst eins og sumir í stjórnvöldum bæði þingmenn og jafnvel ráðherrar ekki átta sig á þessu máli hvað það er stórt og það sem er mjög vont í þessu við höfum fengið og margir sér óanægði með lífeyrissjóðina bara þeir menn alltaf óanægði með þá svona stóru og þeir eru mjög stórir hér á landi að þá hefur þó lífeyriskerfi hér fengið bara ágætis einkunn í alþjóðlegu mati og við eigum ekki að spilla því kerfi. Það er það sem mér finnst vera undir núna. En þetta er svo sannarlega ekki einhver úthugsuð aðför að kerfinu. Þetta bara gerist vegna þess að fólk er ekki búið að kynna sér þetta nóg áður en að fara á stað. Bara afleiðingar af þessum breytingum sem eru fyrir það. Já. Og afleiðingar af því að ég held að séu kannski bara 3 þingmenn sem eru almennilega inni í þessum málum sem að átta sig á því hvernig svona styrkjakerfi virkar. Já, Er það ofmat hjá mér? Ég veit ekki hvað þú sér það bara í umræðu í þinginu að það er eiginlega flesti þingur sem eiginlega bara segja pass af því að þeir bara skilja ekki hvernig þetta virkar. Já og alveg fólk upp í ríkisstjórn segir pass og það er ekki nógu gott og þetta er bara þeim mun verra vegna þess að þetta eru
sko verkalýðssjóðirnir sem þetta fer verst með. Sjóðirnir það sem eru mest læknar eða verkfræðingar og svona þetta, bara fólk sem er komið með svo há laun að það fær hvort þið er ekki neitt frá Tryggingastofnun, það snertir þá ekki neitt. Nei, þetta eru þeir sem að þurfa að borga sem mest á örorku, það er svona erfiðisvinnufólk. Já, það er bara sem er ofta slitið áður en að það verður 67 ára. Já, og bara ýmis konar fólk og mér finnst þetta að vera svo sorglegt vegna þess að núna loksins höfum við verið að ná árangri í endurhæfingunum. Við erum að ná fólki út á vinnumarkaðinn, svo koma þessi nýju lög sem eiga að styrkja við það heldur en það betur að efla atvinnuþátttöku öryrkja og mér fannst þau alveg mjög góð. Þetta er orðið miklu líkara því sem er bara nánast eins og ellilífeyriskerfið. Þannig að þetta er ekki þetta flókna kerfi sem er í gildi núna og verður til 1. september, verður einfaldaða. En svo kemur þessi svona rúsína í pilsuvetanum og hún er bara ekki mjög gómsætt. Nei, ekki fyrir þá sem þurfa að borða hana. En í Danmörku? Nei, og ekki þess að þurfa að borga hana. En mér skildist að þegar þú ferð á örorkubæti þá það hefur verið þannig að lífeyrissjóðarnir borga að hluta til og almannatryggingakerfi, en nú er hlutfallið þá að hækka til að jafna, til að hækka kjörin eða bæta kjörin. Það hefur verið þannig að segjum bara einhver hafa verið með 600.000 og það er farið yfir hvað hann er með í tekjur samtals og ef að hann fær til dæmis 350.000 krónur frá Tryggingastofnun þá fær hann bara 250.000 krónur mest frá lífeyrissjóði til þess að ná sínum launum. Þegar ellilífeyrir er greiddur þá er fólk ekki að fá sín laun 100%. Ekki nema að það hafi þá verið þeim lengur byrjað að vinna 16 ára og svo framvegis. En ég held að vandi liggi ekki nákvæmlega í þessum upphæðum. Ég skil þetta allt með efnahagshvatan og þvíumlíkt en fólk er nú vanlega ekki að leika sér að því að vera örgi. Það er bara erfitt hlutskipti. En hins vegar sko þetta hefur svo mikið með annað að gera eins og til að mynda. Það er ekkert launin þurfa að hækka svo mikið bara til þess að getur leigt til dæmis húsnæði og mættinni þörf fyrir húsnæði og núna er náttúrulega búið að reyna að gera einhverja breytingar á þessu, hafa þetta ekki vísitölu tengt svo framalega sem þetta eru ekki þá samningar sem eru umfram ár og þvíumlíkt. En það er sama, þú veist, það er bara aðgangur fólks að örugghúsnæði og viðráðanlegu verði, það hefur rosa mikið að segja upp á bara auðvitað hvers konar lífi og lifir og ég meina þegar fólk er farið að greiða jafnvel 70% af sínum tekjum, það sem hefur í vasanum til þess að borga leigu og hita og rafmagn og kannski internet, veist, þá áttu sko 30% eftir og þetta er bara hlutskipti fólks og það er það sem er vandinn. Þetta er allt rétt. En þetta er bara annað mál. Ég veit það. Og það má ekki blanda þessu tvennu saman sko. Og það er ekki þannig að lífeyrissjóðirnir sem núna er á mótmælissu sé eitthvað á móti öryrkjum, svo sannarlega ekki. Nei. Þeir eru bara að segja við viljum vernda alla okkar félaga, hvort sem eru ellilífeyrisþegar eða öryrkjar. Þess vegna þarf heilstæða nálgun. Út af því að það ítir undir auðvitað verðbólgu, þeir eru alltaf að fara svona hækka líka, en ef þú ert ekki með, þú veist, ef húsnæði er dýr, þá er þetta leiðin sem er farin. Hún er ekki þetta til að skynsaleg. Þannig að... En talandi nú maður langar mig að skjóta hérna alveg öðru að því að Benedikt er nú hérna. Þetta gríðarlega hækkaða fasteignamat sem er að koma núna, þar sem að sumstaðar er fasteignamat komið yfir sko markaðsvirði húsnæðis. Af hverju stafar þetta? Er þetta einhver fjáröflun sveitarfélagann og verður þetta ekki gríðarlega verðbólgu hvetjandi? Ég átta mig nú ekki á því, ég bara sá þetta sjálfur daginn, ég var að fekk tilkynningu bara eins og allir aðrir húseigendur. En er þetta ekki verðbólgu hvetjandi? Ég veit það svo sem ekki. Þetta lítur að hækka verðið reglan á að vera svo að þetta taki mið af nýlegum sölum í hverfunum. Og ég bara fylgist nú ekki svo vel með. Man það þegar ég keypti húsið mitt á sínum tíma og svo nokkrum ára seinna kemur einhver tími og segir rosalegur og grætt mikið á því að hafa keypt húsið. Grætt að ég bara bý í húsinu og ég býðar ennþá 20 árum seinna. Ég er ekki að víla og díla með húseignir, þannig ég bara held þetta sé ekki plott. Ég held þetta sé ekki plott, en ég held þetta sé kannski svolítið vanhugsað með við hvað eru miklu hagsmunir að því að ná. En einhver bæjarfélag ætla nú að lækka álagningarprósentuna sá ég sko.
En þetta, hækka mest á Suðurnesjum sem að þar mesta fátæktinn og Sveitarfélögin háðar í þessum skatti núna en var kannski fyrir 30 árum þegar það var til aðstöðugjald þar sem var talið sjálfsagt að fyrirtækin greiddu til sveitarfélagana. Ég held til dæmis að fasteignagjöld á atvinnuhúsnæði sé hærra núna en var þá. Það bara vegna þess að þegar þú missir tekjurnar þá verður einhvers staðar að fá tekjur á móti og sama á við þessar lóðasölu sem að náttúrulega verið að varpa tekjuþörf sveitarfélagina yfir á bara hús þessum íbúðakaupendur og leigjendur langt fram í framtíðina. Það var líka nú ekki borgað útsvar af fjármagnstekjum og það náttúrulega eitthvað þurfa sveitarfélagin að fá í staðinn. Þannig að þau ákveði ekki, sko. Tekjugrunnur sveitarfélagina bara allt og veikur, sko. Þannig að það en fasteignagjöldin eru fundin út allt annar stað. Eða verkefnin og mikið. HMS sem að gera það. Nei, ég heldur það. Hérna Umstundsson, þið þekkið hann kemur nú reglulega og segir það að í Skandinavíu eru kannski, sko, 66% af verkefnunum eru á sveitarfélögunum. Hérna þetta bara þriðjungur, þannig að raunverulega ríkið sko fyrirferða meira á Íslandi og minni ákvarðanir teknar í svona nærsamfélaginu heldur en í öðrum samfélagum kringum okkur. Þetta samt stór verkefni, þetta menntun auðvitað barna og þetta eru málefni fatlaðs fólks og svo náttúrulega með fjölþættan vanda og mér varst mjög jákvæð þegar ríkisstjórnin ákvað að taka þetta yfir til sín með börn með fjölþættan vanda og ungmenni vegna þess að þau svo óbúslegur aðstöðumunur hjá sveitarfélögum og það þetta er líka spurning sko að það sé vera að jafna aðstöðumun og það þarf náttúrulega ríkið að koma og inn í svona dæmi einmitt til að gera það og með betri úrræðum sem að þá gilda jafnt fyrir alla og það eins með skólan út á landi auðvitað, ég meina ég var kennari í svona sveitaskóla og ég var 21 árs og ég gæti kennti mennsku, íslensku og dönsku og eitthvað svona en þú veist ég var ekkert frábær eðlisfræði kennari sko og efnafræði kennari ég var líka að kenna það. Þannig að það svona hlutir og ég mjög hlynd því að Ísland noti miklu meira við svona fjárbúnað eins og til að mynda fyrirtæki Þorgeir Helgu Connect sem þá bjóða eins og bara fyrir börn sem að þurfa að fara til talmeinafræðins nú geta þau bara verið í talmeinafræðslu heima hjá sér í staðan fyrir að þurfa að koma alla leið til Reykjavíkur og kostnaði fyrir fjölskyldurnar og allt það eina og eins bara aðgangur að sálfræðingum eitt sálfræðingur kannski í þorpinu og hann pabbi vinkonuðinn eitthvað slíkt ef eitthvað kemur upp á þú veist og eins hægt að bjóða upp á meiri held ég bara kennslu og hafa aðganga betri kennuri eða þá jafnvel auka kennur með eitthvað svona gegnum þessa fjárfundabúnið sem eru bara orðnir alveg rosalega auðvitað frábært tækni fyrir svona lítið land sem er rosalega stórt og óbúslega dreifbylsta land í Evrópu. Já, ég ætlaði með það nefna að börn með fjölþættan vanda sko, sem leggst mjög misjafnlega á sveitarfélög og geti leggst mjög þungt og hefur lagst mjög þungt á lítil sveitarfélög. Ég segi það, ég bara þekki dæmi um þetta, þannig að þetta kannski öðruvísi segjum í Danmörku þar sem eru miklu stærri sveitarfélög og fjölmennari og landi allt þéttbýlla. Það þarf líka að setja skýrari reglur hvaða þjónustu sveitarfélögum ber að veita og það hefur nú svolítið brunnið við til dæmis bara hérna á höfuðborgarsvæðinu að það eru ýmis sveitarfélög sem að sleppa mjög billega undan mörgum svona félagsmála verkefnum eins og þarna umönnun aldraðra og svoleiðis og flytja bara fólk kreppaflutningum yfir til Reykjavíkur þegar það fer að kosta eitthvað. Og erfitt að sækja þess að þjónustu mörg dæmi foreldra langveikra barna sem að þurfa alltaf að vera að sækja allt sko, eru senda á milli hinga og þanga. Þannig að við getum gert þetta miklu betur og getum gert þessi þjónusta og maður heyrir það þegar talandi víslendingar sem hafa flutt eða flúið til Norðurlandana hvað þau samfélög eru miklu fjölskylduvænni og til dæmis taka betur á móti fólki sem að þarf á þjónustu að halda. Hérna fólk oft sendt á milli sjálft og bara þungt. En má ég aðeins að þau út af fasteignagjöldunum. Þar ákveðið alltaf ekki svona 6% af íbúðum sem að skiptum eigendur á hverju ári og það kemur eitthvað verð út af því og það bara samkomulag í samfélaginu að það ráðið í hvað þú borgar mikið í fasteignaskatta og við bara trúum því að hvað húsið þitt verðmætt og þetta bara trúum þessu.
í kvótanum að það var meira en 6% leikt á hverju ári, en þá segja útgerðarmenn að það sé alveg fráleitt að taka viðmiðun á því verði sem að þeir eru að leigja hvor öðrum, þó að það sem held í nálgi sko að vera sko 16-17% á kvótanum sem gengur í leigu og svo líka í sölu, þannig að verðmæti kvótans liggur alveg fyrir og það er miklu lægra. Það sem er verið að borga viðmiðunni núna, þótt að menn sé að teygja sér til Noregs út af sko uppsjávarfiskinum. Verðmæti kvótans er miklu herra heldur en að vera að gera ráð fyrir í þessu frumvarpi eða þessum breytingum. Og leigan sem að þeir borga, einhvern tímann sló ég á það verður svona svipað og eftir kannski 75 milljón króna íbúð og leiðir hann að einhverjum á 25 skall á mánuði. Já, það er vitið í þessu sko. Þarna á náttúrulega að láta markaðinn ráða og það var nú svona stóra mál Viðreisnar á sínum tíma. Það var það að vera með markaðsleið í sjávarútvegi. Það sem er verið að sitja á núna er ekki markaðsleið en mér fannst alltaf að útgerðarmenn átt að stökkva það. Þetta eru segjast vera kapitalistar og segja markaðurinn lítur að vera réttastur. Og við sjáum að það er svo margt sem er skakt í útgerðinni að þegar við erum með útgerðin sem er að græða á hverjum einasta degi og á núvirði það bil 150 milljónir króna hvern einasta dag og búið að gera það alveg frá 2010 og þegar útgerðar aðilar eiga orðið meira og minna öll möguleg fyrirtæki, flutningafyrirtæki, fjölmiðla, heildsölur og svo framvegis. Það er eitthvað skakt í þessu kerfi. Ég held að það sem var hægt að ná núna og vonandi næsta nú á þessu þingi er að hækka þetta gjald en langt best væri að þetta væri markaðstengt. Þá getur það hækkað þegar að aðstæður eru góðar, það getur þá lækkað aftur þegar að aðstæður eru slæmar á mörkuðum og menn get ekki búið jafn hátt í aflan. Það væri miklu skynsamlega kerfið og það langt best þá myndi leiða til mest hagræðis í þessari grein og til þess að þjóðin fengi sinn sanngjarna skerf sem hún auðvitað á að fá. Þetta er stutt skref sem að Viðreisnin að stíga með þessu frumvarpi? Ríkisstjórnin nú að stíga þetta svona í heild. Ég held að það hef ekki verið Viðreisn sem að réði forminu á því hvernig þetta er gert en þetta er næstu Viðreisnin með þetta, hann verður með atvinnuvegaráðuneytið. Já, ég veit það og með fín ráðuneyti og fína ráðherra. Ég heyrði eitthvað framsóknarmann segja að þetta væri að Kristóf Frostadóttir hafi lofað að þetta er tekið í nokkur skrefum og var látið eins og þetta væri endanlega markmiðið. En ég held að nú margir lítið á þetta sem bara mjög stutt skref í áttina einhverju réttlæti í sjávarútvegi. Já, ég held að ég vera bara öðruvísi kerfi. Það er það og hvort það er leið til hækkunar eða lækkunar þegar upp eru staðið, það kemur ljós, mér finnst það langt líklegast að leið til hækkunar vegna þess að markaðurinn eiginlega segir það þegar að vera með svona rosalega mikinn hagnað en þetta er betra heldur en kerfi sem við erum með núna. En það er náttúrulega líka það sem við verið að segja á móti er þessi fyrirsjáanleiki og reksturinn og mikla fjárfestingar í skipum og búnaði og því er líkt þannig að þú veist það er líka alltaf verið að ræða það þú veist að hvað miklu leyti er hægt að markaðsvæða þetta upp að því að það er hægt að gefa kannski vera með ákveðin hlutfall þú veist veiðiheimilda og uppboði til þess að líka skapa þá einhvern stöðuleiki í greinu og svona en þetta er náttúrulega með veiðilagjaldi þetta er svo auðvitað löngu tímabært og greiða fyrir afnotin að því að geta veitt fiskinn úr sjónum, það er náttúrulega nokkuð ljóst mál. Þessi krafa fyrirsjáanleika líka svolítið skrítin sko. Hver er fyrirsjáanleiki þeirra sem er að kaupa sér íbúðir á vöxtum á Íslandi? Já, nákvæmlega. Það er gengur út frá því að borga 120 krónur á mánuður og borga 460 skall núna. Það er einmitt það er nú ekki mikill fyrirsjáanleiki bara í rekstri yfir höfuð. Það væri voða gott ef maður væri alltaf með áskrift að sömu tekjunum. Það er ekki svo fyrirsjáanleiki í þessu þætti. Nei, nákvæmlega. Ég var að velta fyrir mig, það var lagt upp með þetta yrði sirka 10 milljarða hækkun, svo er búið að gefa einhvern afslátt af þessu. Hvað er að sjá fram á? 7-8 eitthvað. Þeir voru að breyta núna líka. Það er fara með kolmunaverðið 80% af norska markaðinum og hvað annað. Fleiri. Já, þetta er lítið í skjóðunni þegar hún kemur á enda.
En haldið þetta náist núna? Já, ég held það nú. Ég held það nú að munum nást. Næst mæta allir í málþófið, Framsóknarflokkur, Sjálfstæðisflokkur og Miðflokkur. Já, já. Framsóknarmenn og Sjálfstæðismenn að hvíla sig núna fyrir næsta málþóf. En það sem ég finnst kannski náttúrulega verst við þetta kerfi bara hvernig það fékk að þróast. Ég meina þetta náttúrulega rekstur og svo var þetta farið að tella þetta fram sem eign. Og svo byrjaði þetta á því ef að þú varst sjávarútvegsbóndi og skildi við konuna og hún var ekkert í sjávarútvegi, þá fekk hún bara helminginn af kvótanum. Svo þetta núna bara orðið fyrirframgreiddur arfur til barna og svo framvegis. Og þú veist, og átti þetta þá ekki bara alltaf að vera var ekki hægt að binda þetta bara við það að þú væri starfandi í greininni í raun og veru. Þú veist, eða, ég meina, þú ert kannski starfandi auðvitað þegar þú bara rekur sjávarútvegsfyrirtæki þó þú sért ekki það sjálfur að sjóa eða slikt, en þetta þróaðist bara svona innan út frá fiskiþingi og þegar var verið að reyna að fækka í flótanum og þá voru bara til þess að fá alla með, þá voru bara keyptu hvern annan út úr greinni, svo fyrir þetta bara að þróast með þessum hætti, án þess að það hafi eitthvað verið sett eitthvað sérstaklega í lög og þú var stangistur raun og veru á við það sem er að þetta sé samlag þjóðarinnar. Ef við hefum spurt fólk svona í kringu 1980 og lýst kerfinni svo í dag og afleiðingu þess að væri raunverulega bara, hvað við segja, 14 fjölskyldur sem að væri með 65% af kvótunum, fólk hefði haldið að við verum bara að grínast, sko. Sem þið myndi segja, uppbyttu heldur að við hefum verið í standa í einhverjum landhelgisstríðum við að fá yfirráð yfir auðlindinni til þess að enda bara í höndunum á hvað sem heiti Þorsteinn Már og Guðmundur í Brím. Þetta grínast. Fólk hefði bara hafnað þessu. Og við erum með svona kerfi sem að, þú veist, enginn vildi, sko. Þeir hafa sagt þetta nú einhverjir sem tóku þátt í þorskastríðunum, einhverjir sem voru skiptum í lýst fyrir fólki í 1980 að húsnæðiskerfi okkar væri þannig að það væri bara börn af efnameiri heimilu sem getur eignast húsnæði. Fólk hefði sagt bara, hvað, á 50 árum að fóruðu þangað. Við erum bara að hissa. Við lögðum af félagslegt húsnæði. Já, ég held nú reyndar sko að það var kannski betri líking að segja það sko að það væru hér bara örfáir aðilar sem hefðu allt húsnæði og þyrftu ekki að borga nema bara pínulitla leigu eins og varst að lýsa á það. Ég held það sé svona dæmi sem að væri nær lægi. Útlutað húsnæði bara. Útlutað húsnæði til leigu öðrum. Já, og svo kemur alltaf sjávarútvegsfólki og segir, heyrðu, já, við viljum þá að gera þetta með allar auðlindir og af hverju vilja allar auðlindir bara vegna þess að það tefur málið. En nú meiri hluti aðal stjórnmálaumræðan undanfarinn áratug og kannski alltaf held og ekki kannski fyrstu árin eftir að við stofnaðum lýðveldi og svona næstu 30-40 ár hefur verið að stoppa framþróun. Það er að stoppa það að við megum ekki ræða Evrópusambandið, við megum ekki halda áfram þar, við megum ekki taka upp nýjan gjaldmiðil, við megum ekki taka upp nútímalegan landbúnað, við megum ekki vera með sanngjarnt sjávarútvegskerfi. Það verður að stoppa þetta einhvern veginn og til þess að viðreist til eða hvað? Til þess að viðreist til að reyna að sporta við þessu. Já, og líka sko eins og svo þetta náttúrulega þessi tvískinningur út af því að svo þessi íslensku fyrirtæki eins og Samherji að veiða undan ströndu Marokkó og sem að og þú veist, Vestur-Sahara er búin að vera hann í sjálfstæðisbaráttu í áratugi og þeir eru að veiða í raun og vera á miðum sem þeir segja tilheyri sér og og þeim finnst það ekkert mál. Þú veist, að kaupa kvóta eða sko kaupa kvóti gegnum ESB, þú veist, sem er að veiða undan ströndu Marokkó og þú veist, en það má alls ekki sko ganga í Evrópusambandið sem áður út af því að þá mun bara allt fara til fjandans. En fyrir út í heim, óttist þið að verið stigmögnun í átökunum í Miðausturlöndum, þannig að leiði til meiri Við hljótum að hrættum að svo fari. Er það á barmi þriðju heimsstyrjaldarinnar? Ég veit ekki, en ég er í alvöru hrættur. Sjá Úkraínu, sjá Miðausturlönd og sjá hervæðinguna innan Bandaríkjanna. Mér finnst það bara vera ókvæðanlegt. Þetta sé bara ókvæðanlegustu tímar sem maður hefur lifað. Já, tek undir þetta. Og ég held að þessi tíðindi þarna með Ísrael og Íran séu gríðarlega alvarleg og ég held að það kemur til með að stigmagnast núna. Mjög mikið, það eru alls konar hópar sem að þótt að þessi lönd í Miðausturlöndum muni kannski ekki snúast á sveif með Íran eða hinnum, að það eru alls konar hópar í þessum löndum sem að Íran hefur til dæmis verið að styrkja, sem muni fara fullt núna og þeir eru reyndar frekar
haltir og skakkir eins og Hizbollah og fleiri. En þetta, ég meina við erum að sjá fram á að það verður, núna þetta er stríð sem að fleiri og fleiri þjóðir munu dragast inn í einhvern veginn. Ef þetta verður önnur lönd þá myndu íslensk stjórnvöld segja að Íran hefði fulla rétt á því að verja sig og svara fyrir sig. Já, það er ekki sagt. Já, ég held hins vegar að sko, það er náttúrulega það sem við nota sem ástæði núna Ísraelar þegar alþjóða kjarnorkuvopnastofnunin kom fram með skammaði í raun og veru eða ávítur til Írans fyrir að vera ekki uppfylla upplýsingaskyldu sína í sambandi við auðgun úrræðin sem hefur alveg farið frá 2% upp í 60%. Og þá gefa þeir sem í stjórn stofnunarinnar og það eru sem sagt Bandaríkjamenn, Þýskaland og Frakkland gefa út yfirlýsingu og sem að 19 kjósa með 11 móti og 11 sitja hjá og 3 móti, það eru Kína, Rússland og Burkina Faso. Og þeir nota þetta, sko, þetta er fyrsta svona, sko, raunverulega alvarlega svona ábendingi til Írans að hálfu stofnunarinnar síðan fyrir 20 árum síðan og þá fara þeir inn. Og ég held einmitt, sko, akkurat, þetta er líka, sko, liður í þeirra aðgerðu núna. Út af þeir eru, sko, algjörlega uppræta að þú veist það sem þeir kalla náttúrulega Axis of Evil eða þú veist þetta bandalega gegn sér sem náttúrulega Íran sem á bak við Hamas sem þeir eru að uppræta eða reyna, þú veist, þeir eru alveg meira og minna búin að niður á þeim Hizbollah. Assad er farin frá völdum sem sagt í Sýrlandi þannig þessi vopnaflutningar gangi ekki lengur til Hizbollah í gegnum Sýrland eins og var og og það er komið nýr leiðtogi þar sem að Trump er að hitta og reyna að fá hann til að gangast inn í Abraham-samkomulag sem gengur út af því að það verður eðlisafskipti á milli Sýrlands og Ísrael og núna hver er eftir af þessum? Þú veist, það er svo sem að stendur á baki og hútarnir eru náttúrulega líka í Jemen, já, en þeir, þannig að þeir núna fara þeir og þeir sprengja og mér finnst skilabóðin vera bara, ok, þú veist, þið skulu ekki voga ykkur, ekki halda, þú veist, áfram að styðja við sveitir sem að ógna okkar öryggi, þið fá að finna fyrir þessu og það er mjög skrítið út að Trump var náttúrulega átt að hitta sem sagt Íranana í dag til þess að fara í 7. viðræðurnar samning í tengslu við þróun kjarnorku í Íran sem þetta varð ekki og utanríkisráðherra Írans kom á Al Jazeera bara í dag, þetta er fyrst sem hann kemur fram og hann er að segja að þú veist, hann er bara í raun og veru, ég segi ekki biðla, en hann er bara að segja, þú veist, þetta verður að stoppa. Þeir svara alltaf fyrir sig, verða að gera það. Þú veist, þannig er þetta bara. Þeir svara alltaf fyrir sig. En þeir hafa engan áhuga á stigmögnum og þetta er grafalvarlegt mál auðvitað. Þeir eru að sprengja upp kjarnorku, þar sem kjarnorkinu er framleitt bara upp á geislavirkni og allt hvað eina. Þannig að þeir eru, minnskosti, að gefa þarna til kynna að þeir hafi verið tilbúin í þessa viðræð, þeir hafi verið að taka þátt í þeim og núna er til dæmis eins og Ísrael að halda því fram að Trump og þessa viðræði við Írani hafa bara verið blekkingaleitur þannig að þeir væri ekki sko, út af því þessi árás Ísraels kom mjög óvart allt í einu letuð til skara skríða og núna náttúrulega hefur auðvitað síðan Trump sagt, heyrðu, ef þið gangi ekki að mínum kröfum, þar segi í sambandi við þessar samningaviðræður, þá mun Ísrael sprengja ykkur bara, þú veist, aftur til fornaldar eins og gera bara við Írak og svo framvegis, þannig að maður veit ekki hvað liggur að baki, en ég held hins vegar það er engin áhuga á því að þetta stigmagnís, þetta dreifist yfir, fólk óttast það, ég held að gerst ekki, ég út af því að ég bara svona, ég vil ekki trúa því, Sádi-Arabar eru búin að gjörsamlega fordæma þetta og þeir leyfa þeim að fljúga þarna eitthvað í gegn, en það er saman, ég held að fara ekki þannig. Nú bara glemdi ég því, en það er þá ekki verið merkilegt. Nei, en það má ekki gleyma því að það var nú Trump á sínum tíma sko sem að rauf þetta samkomulag sem að var þó búið að gera við Írani og búið að því að voru þarna þvingan í gegn þeim og þá komið samkomulag, svo allt í henni kemur Trump að og segir nei, ég segjum ekki við bóa og hann gerir það til að þóknast Netanyahu út að Netanyahu hefur aldrei viljað semja við Írani. Þá er þetta nú bara upprunin held ég
að því að þetta hefur gengið svona langt í miður. Já, og það er líka vegna þess að... Og Trump er líka svarti Péturinn í þessu, sko, hvaða afstöðu bandar í stjórnvöld munu taka og hversu langt þau munu ganga til þess að... En við skottumst alltaf eftir þeim, við erum alltaf sammála Bandaríkjunum. Já. Nei. Jú, hver er munurinn? Nei. En við erum alltaf... Við setjum okkur upp á móti stefnu Bandaríkjunum. Við erum alltaf ekki mjög kröftug, en við erum ekki sammála eventulega, sko. Það er sitt hvað, sko. Ég held að það sé almenningur í Íslandi hafi nú... Já, almenningur en stjórnvöld hafa aldrei sett sig upp á móti því sem að Bandaríkjamenn eru að knýja í gegn á alþjóðavettvangi. Já, en ég held að Ísrael menn eru hræddir líka hér, það er alveg rétt. Já, en vandamáli er náttúrulega Ísrael, ég meina, og Netanyahu sem búin að vera völd síðan 20 ár og hann hefur alltaf verið mótið þessum samningum einmitt sem Trump sagði upp í Íran og hann vill ekki semja við hryðjuverka menn eins og hann segir, hefur aldrei verið tilbúin til þess að taka og þú veist þegar Hamas hefur verið með styrslaginir að semja eitthvað við þá, hvað þá Íran og hann er auðvitað algjörlega mótfallin því að það séu nokkuð svona samningar í gangi, þú veist, hann er og til hvers... En ég held að Ísrael sé komið út á mjög hálan Ísrael nema þeir fái mjög sterkan stuðning frá Bandaríkjunum og þá erum við öll bara fókt. Ég heyr ekki betur en að svona ráða fólk í Evrópu það segir ekki þetta sem ég var að segja áðan að Íranir hafi rétt á að svara fyrir sig. Þeir segja sumir að bara Ísraelsmenn hafi rétt á því að verja sig með því að koma í veg fyrir að Íranir geti þróað kjarnorkuvopn. Þetta er bara eins og Írak fyrirfram þeim er bara að fara inn í lönd og sprengja þar og myrða samningamenn og eitthvað fleira. Ég sé ekki betur en að okkar heimsluti sé ekki að blessu við þetta. Og það er bara stórhættulegt, það mun leiða til stigmöglunar og við munum fá þetta í andlitið, sko, alveg eins og við fengið allan enn hernað Bandaríkjanna í Írak og Sýrlandi og í Líbíu og allstaðar bara í andlitið í Evrópu. En það sem ég skil ekki alveg er að, þú veist, þessi samningar eru í gangi, jú, þeir eru óformlegir, kjarnorkuvopnastofnun þarna að koma fram með þessa ákvörðu til Írans en svo það Bandaríkin, Frakkar og Þýskaland sem að gefa út þessa yfirlýsingu sem í raun og veru Ísrael notar sem átölu til þess að fara inn loksins þeir eru náttúrulega búin að tala það lengi að gera þetta. Þannig maður veit ekki alveg hvað liggur á baki. Það er ekki alltaf kjarnorkustofnunin sem segir Ísraelsmönnum að fara þannig inn, sko. Nei, en ég var að hugsa Írak, ég meina það var líka svo kallu preemptive attack eða fyrirfram vörn út af því sem að tali var að vera ógn og út af kjarnorkuvopnum og það reynda komið ljós að það var allt bara tilbúningur en það gaf þeim sko þetta pretext eða átölu til þess að fara inn og málega það ef að það hefði verið, ég veit ekki hvernig með þetta með efnastingarnir í Íran en í Írak var þannig að við hefðu lyft efnastingunum þá sko áttu Rússar og Frakkar að fá olíusamninga þeir sem fengu samningarna voru fyrst og fremst bandarísku prestfyrirtæki eftir Írak og þeir náttúrulega og svo náttúrulega tekur áratugi að byggja hann upp og þarna var mjög gott samfélag, alveg eins og Íran. Það eru þetta stjórnvöld eru ekki eftir svona stjórnvöld en það er gott heilbrigðiskerfi, það er gott menntakerfi, þetta er menningarsamfélag og þýðilegt og það var náttúrulega bara ISIS sem náði yfirráðum yfir þriðjungi landsvæðis í Írak og allt í klessu og þú veist, ef þetta gerst í Íran þá bara þetta grafalegt mál. Og mér finnst auðvitað að maður mætti heyra meira í þessum Evrópuríkjum einmitt. Ég held nú reyndar að Íran, sko, veitum það fundust nú aldrei þessi vopn, sko. Írak, já, en Íran er nú alveg viðurkennt, það er kjarnorkuprogram í gangi, sko, og þess vegna var nú kjarnorkumálastofnun að þeir eru komni með getu til þess að framlega vopn og þeir eru náttúrulega líka komni með kjarnorkubyrki sín neðjarðar. Þeir voru með öll á yfirborði og þeir eru bara auka úrunum frá alveg 2% síðastliðin 20 ára, bara upp í 60%. Þannig að þau eru auðvitað, þú veist, það til hvers Gallin er náttúrulega sá að það fer áróðusmaskinur fara í gang og maður segir byrðu hverja á maður að trúa. Nei. Var vika í kjarnorkusprengju hjá þeim og þó það hefði verið eitthvað viti því fyrir þá að fara að henda einhverjum kjarnorkusprengju í Ísrael. Kjarnorku er náttúrulega, það nokkur kjarnorkuríki, það er Pakistan, Indland, Ísrael, Bandaríkin, Rússar. Það hefur engin nota kjarnorkuvopn nefn Bandaríkin og Hiroshima. Og þú veist, þetta er náttúrulega sett upp svona sem fæling og ég meina Íran hefur alveg góða ástæðu til þess að hræðast
þessi stóru herriki, Bandaríkin og Ísrael ef maður setur sig í þeirra spor. Þannig að þú veist, maður veit ekki, þetta er út af þessu ástandi sem maður er. Það eru Trump á heimaslóðum, það var hersýning, ég kíkti á hana. Já. Hún var frekar svona leiðileg verið að segja og fáir sem að mættu, svona tómir ávarðapallar og svona. Síðan voru mótmæli á sama tíma, við enga kóng og það er sagt að það hafi verið 11 milljónir bandaríkjamanna sem voru út á götum að mótmæla Trump. Það er svona ígildi þess að verið 13.000 manns að mótmæla á Íslandi, sem töluvert. Meira en var í gær hérna í öllu fréttunum á Austurvelli, það voru ekki, 200? Þannig að því að við höfum svolítið verið að ræða Trump og svona, hann er náttúrulega að ganga, hann er að grafa undan fjölmiðlum, hann er að grafa undan háskólunum, hann er að grafa undan þinginu með þessum endalausu tilskipunum sínum, hann er bara að búa sér til sitt eigið svona forma af einhverju forsetaræði, algjöru í Bandaríkjunum og maður velt fyrir sér, hvað er demókrataflokkurinn er ekki stjórnarandstaða í Bandaríkjunum því að hún heyrist ekki, en þarna birtist svolítið kröftug mótmælabylgja, ég held að í öllu löndum myndi þetta þykja stórtíðindi. 2 þingmenn demókrata voru skotnir til bana. Já, en er hann ekki að búið sér til samningsstöðu? Þetta er náttúrulega, það er ótrúlegt, eftir allt þetta með tollana eins og milli Kína og Bandaríkjanna, þá ákveður hann að hverfa aftur að upprunalega samkomulaginu sem voru 10% tollar á vörur frá Bandaríkjunum til Kína og 40% frá vörum Kína til Bandaríkjanna og allar að hleypa bandarískum námsmönnum aftur inn í landið í staðin fyrir að gera það ekki. Og þú veist, hann er öll þessu útspil hans og eins og núna bara, þú veist, mjög alvarlegt þetta með Íran, en hvað er hann að gera? Þú veist, hann er að segja gangi að mínum kröfum og þá hættir Ísrael árásum. Ég meina, er hann ekki bara búið sér til samningsstöðu? Hann verðist vera að gera það allan. Ég ætla að spyrja hvort að þið trúið því að almenningur í Bandaríkjunum gæti haft áhrif á stjórnarstefnuna. Því að það er ekki sérst neitt almennilegt mótvægi við hann nema að fylkisstjórinn í Kaliforníu hérna. Jú, en ég meina því hefur svo sem verið spáð að það muni verða borgarastyrjöld í Bandaríkjunum ef þetta heldur áfram sem horfir. Og Trump er náttúrulega að koma á einhvers konar fasisma, hann er að því og fólk er að rísa upp gegn því. Þannig að það verður spennandi að sjá í rauninni, þannig að ég held að það verði þá bara einhvers konar uppreisn og hún komi bara neðan frá. En þessi morð sem þú varst að minnast á þarna í Minnesota, að það kom ekki fram í fréttum hér að þetta var einhver hægri öfgamaður sem var að drepa, þetta var svona einn af þeim Svo sem til að þingmennu einmann og úlfur hann með dauðalista af einhverjum þingmennu sem hann taldi frjálslindar en góðu hófi gegnir. Við tökum kannski frá þín hérna með næsta hópi af fólki sem er á leiðinni. Já, en við ætlum að þakka ykkur fyrir komuna. Benedikt Jóhannesson, Magnea Marinósdóttir og Þóra Kristín Ásgeirsdóttir. Og hér á eftir koma Halla Guðmundsdóttir, Guðrún Margrét Guðmundsdóttir. En Eva var að afbóða sig sem við höfum kynnt en Davíð Þór Jónsson prestur ætlar að koma í hennar stað. Já. Þannig við sjáum skilum örstuðli og svo hérna mætir hér nýr hópur af fólki eftir smá stund. Sæði ég Halla Guðmundsdóttir. Með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Þarftu hann að tala borgarfulltrúa? Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Gerist áskrifundur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum.
Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Komið sæl að nýju. Það komin nýji gestir til okkar. Það Davíð Þór Jónsson, sóknarprestur, Halla Gunnarsdóttir, formaður VAFR og Guðrún Margrét Guðmundsdóttir, mannfræðingur. Við öll velkomin. Takk. Við byrjuðum áðan, talaði við fólkið það hvort það fylgdist mikið með ræðum þeirra miðflokksmanna eða miðflokksfólksins. Hafið þið fylgst með þessu? Nei. Nei, ég gat ekki lagt á mig. Nei, ég held að enginn svona hlusti, sko, þetta er eitthvað bara sem að gerast. Ég meina þegar þú ert farin að halda 30 og eitthvað ræðuna 43. ræðuna sama hlutin, þá ertu löngu búin að segja allt sem þú hefur að segja og hlýtur að vera farin að... Annars eitthvað mikið að. Það eitthvað annað sem vakir fyrir þeim sem halda 40 eitthvað ræðuna sama hlutin. Þið prestar ekki að gera það með hagnaðarirdi? Við reynum að finna nýja nálgun og þannig að Biblían þykk bók, töluvert þykkari heldur bókun 35. Já. Og mun lifa lengur. Já, vonandi. Já, en samt það sem að gerast á þinginu, það það nú þannig að það svona fámennur hópur, þetta 8 þingmenn í miðflokknum sem eru núna bara sko alveg fram á nótt eftir nótt, sko, sem að tala og við komum svona galsíðu að fá hlátukast og við tókum þetta þegar ég var á sjónum við menn voru mjög þreyttir, sko. Það þurfti oft mjög lítið til að fá menn til að hlæja. Og
Ég maður þetta einu sinni voru við mikill aðgerð og þá segir ég allar einn að byrja einhvern að rétta sér stáli, það var stálan hýfið sín og segir, getur rétt með straujjárnið og við bara hlóum að þessu bara í langan tíma því það var yngar varnir í líkamannum eftir. Ég held að þetta sé þannig og Sigri á Andersenu það var ekkert fyndið. Fólk bara orðið úrvinda. Það náttúrulega aðeins meiri áskorun að halda úti svona, það sem ekki þetta að kalla hana, en málþóf þegar að eftir þessar reglur tóku gildi fyrir 10 árum eða svo, þar sem að þú mátt ekki halda eins langar ræðu og vilt. Þannig að þú verður í staðin að halda margar. En ég hins vegar sé ástæðu til að staldra alltaf við þegar það er málþóf, sko. Ég var nú þingrættarritar einu sinni, byrjaði í janúar 2007 og þá stóði yfir það sem stjórnarandstaðan kallaði mikil og innihaldsrík umræða OHF-fæðingu Ríkisútvarpsins og var þá nálægt í að slá einhver met óbóðslega löngum ræða. Ég var náttúrulega svo ný að ég held að ég þurfti að fylgjast með öllum störfum þingsins og satt og hlusta á ræði eftir ræði og Fyrir hvað fjölmiðil var það? Og Mokkan. Og svo en svo lærði ég þetta nú svolítið rætt, þetta stóð í einhverja vikur, það var 3 vikur eftir ég byrjaði, það var bara þessi umræða. Og endanum og það er náttúrulega hlutverk stjórnar meirihlutans þeir eru auðvitað að semja við stjórnarandstöðuna og það er eitt að vera bara eitthvað hneyslast á miðflokknum og þeir séu að tala bókun 35 en ég held að sé alltaf hollt að staldra við og hugsa hvað þeir eru að tala. Síðasta mál þó sem þau stóðu fyrir var orkupakkan og ég held að það hefði bara verið margt til í þeirri kritík, sko. Og svo er þetta mál eins og Icesave sem að hafa verið rætt fram og aftur og allt og lengi, ég menna þetta eru bara risamál og þetta eru tækin sem að stjórnarandstaðan hefur til þess að reyna að toga í stjórnvöld, sko. Píratar verið með gegn breytingum útlendingalögum. En það er samt að því að þetta er til víðar, þetta er til í Bandaríkjunum að menn nota þetta. Ekki á hinni Norðurlöndunum. Þar er ákvæði sem að, það er bara annars konar umræðu hef þar líka. Þar væri bara einn miðflokksmaðurinn að koma í erindinu á framfæri. Það væri ekki allir þingmenn einhvern veginn að tala ofan í hvern annan. En í Bandaríkjunum er þetta þannig að það er þetta að stoppa svona með 60% atkvæða. Ríkisstjórnin hefur það reyndar ekki. Það eru þyrfti 38 þingmenn að samþykja það að þetta er slögt á þessu og bara gengi til atkvæða. Það sem að það er bara ljóst að það er búið að ræða málið til þrautar. Ég held að það sé alveg ljóst. Og sömuleyti hafa verið mörg mál örugglega í mannkynssögunni þar sem að minnihlutinn hafði rétt fyrir sér og meirihlutinn hafði bara kolrónt fyrir sér. En við erum samt í einhverju samfélagi sem er svona lýðræðissamfélag og við göngust inn á einhverja leikreglur þannig að það er ekki ásættanlegt að 10 manna þingmannahópur stoppi mál sem að allir hinnir vilja fara í gegn. Það er ekki þannig að ég hafi að ég hafi svo rosalega mikið niðri fyrir að þá eigi að taka sérstakt tilliti til mín. Einhver leyti gerum við það automatískt en ég veit ekki hvort það eigi við í þessum málum eða í þriðja orkupakkanum sem ég er alveg sammála öllu. Ég hef nú sagt að ég væri á móti þriðja og öðrum og fyrsta og bara öllum orkupakkum sem hafa komið frá Evrópusambandinu. Bara afleitt orkustefna sem við höfum ekki að koma nálægt. En svo sættir maður er bara í einhverju minnihluta í lýðræðislegu samfélagi og bara býtur í það súra epli og af hverju er í minnihluta. Því við tókst ekki að sannfæra fólk mínar skoðanir og það er staða sem að miðflokkurinn er í. Hún er bara ekki tekist að sannfæra meirihluta almennings eða meirihluta þingheims að þessi bókun 36 muni grafa undan sjálfstæði íslensku þjóðarinnar. Já, svo er þetta náttúrulega líka vont að því að þingsins bíða fjöldi mála sem þeir eru líka á móti. Já, en kannski ekki svona mikið, ég veit það ekki. Veiðigjöldin. Já, þá erum 3 flokkar sem eru á móti þar. Ég held að það væri mörguleiti meira spennandi mál innan gæsla til þess að takast á við þessar umræður því að það er ímyndiði meira stjórnmálin og stjórnvöld hafi svolítið almenning með sér og meðan bókun 35 þar almenningur er ekkert eitthvað með skiljið eitthvað rosalega mikið á móti fólk veit ekkert hvað þetta snýst og þetta er svona ruglingslega umræða og meðan veiðigjöldin snert eitthvað svona kjarna í pólitík og stjórnmálum og á Íslandi og þar myndi málþóf kannski horfa allt öðru sér við og kalla á svona annars konar áhuga almennings og þetta hefur verið, það var náttúrulega lengsta fyrsta umræða sögunar var veiðigjöldin og það sem var bara tala í fyrstu umræðu
og en já, ég held að það veri svona mörgulegt áhugaverðara mál til þess að takast á þessu spurningum hvort það væri tímabært fyrir stjórnvöld að segja nei, nú fer þetta í atkvæðagreiðslu. En það væri það í fyrsta sinn sem að það er gert, svo heimildir er nýtt og og það sem man náttúrulega stjórnvöld hverjum tíma fyrir sig óttast eru þetta fordæmið af slíku. Því að það er náttúrulega að nota það setna og ég er ekki alveg sammála því að lýðræði gangi aðal út á það að meirihlutin ráði. Þú veist, lýðræði er miklu flóknari fyrir bara það og stundum hefur pínu lítill minnihluti bara mjög mikið til síns máls og það getur vel verið að þjóðin treyst ekki miðflokknum til þess að stjórna landinu en kannski var hann treystandi til þess að benda á einhver annmarka á orkupakkanum. Þannig hann hafi bara neitunarvald, hann hafi neitunarvald ef þið farið fyrir gegnum þingið, þannig ef að miðflokkurinn á móti ykkur, þá bara því miður, það geta breyta því. Það gengur ekki, Nei, ég er alls ekkert að leggja það til, en ég heldur ekki að þetta sé svo einfalt að segja bara að því að þau eru í minnihluta þá á bara vald yfir þetta og málið er búið. Þeim tekst ekki að auka fylgi við þetta eins og til dæmis LÍU í baráttu sinni gegn veiðigjöldunum. Það kom að feila með við kannanir. Það virðist vera því meira sem að þau auglýsa og tjá sig, því minni stuðning hafa þau og þá verður þau bara að horfast við það. Þið eruð ekki að vinna þessu fylgi sem að Lýðræði er, svo ég bara grípi orðið af því að þú sagðir þetta, lýðræði er einmitt nákvæmlega ekki meirihlutin ræður. Lýðræði er aðkoma allra að ákvarðanatöku og svo eftir ákveðnum systemum er tekin ákvarðan það. Það að miðflokksmenn skuli vera núna að tala og tala og tala er bara mjög gott sýnishorn á lýðræði. Ef það væri þakka niður í þeim þá væri það ekki lýðræðslega en punkturinn er aftur á móti þessi. Á þessari stundu liggur fyrir niðurstaðan. Þeir eru búnir að koma sínu að, þeir eru ekki að bæta neinu nýju við það sem fram er komið, þeir eru bara að tefja og seinka. Og þar af leiðandi finnst mér allt í lagi að klippa á umræðu núna. Það er að segja, á einhverjum tímapunkti þá ertu hættur að ræða málið og ert bara farin að tegja lopan og fresta ákvæmum. Það sem þeir að tala gegn meirihlutalýðræði er líklega oftast hugsa þannig að meirihlutin getur ekki sett einhverja kvaðir á minnihluta. Getur ekki eyðilagt réttindi minnihluta þótt að þessu fleiri sem að vilja kannski brjóta niður réttindi samkynniðra eða eitthvað slíkt. Ég meina það er þessi mál, veiðigjöld og bókun 35 36 fyrir ekki. Það er bara á engan hátt tengd því. Nei, en sko spurning að því þú varpaði frá þessari fundamental skilgreiningu á lýðræði. Sko að lýðræði er ekki einræði meirihlutans. Nei, ekki. Nei, en í þessu tilfellum er sjálfsagt að láta meirihlutan og þingi bara ákveða hvort þessi bóku 36 er að fara í gegn. Þar eru við alveg hjartanlega saman. Vegna þess að lýðræðisleg umræði hefur átt sér stað og það er einhver við það að bæta sem fram er komið. En ég kann að hljóma eins og ég sé að reyna að verja miðflokkinn en ég er að verja hann til þess að verja aðra og verja aðra í framtíðinni og ég meina lengsta þingraða sögunar Jóhanna Sigurðardóttir félagslega húsnæðiskerfið sem þessi svo að þar hefði þessi litli minnihluti fengið að ráða þá væri við miklu betri málum í dag næst lengsta þingraða sögunar Ögmundur Jónasson OHF væðingu Ríkisútvarpsins og ég held að svo þar eftir hafi verið Valdimar Leó sem þurfti reyndar að gera hlé á ræðu sinni OHF-væðingu Ríkisútvarpsins til að pissa og sem hinum tókst að gera ekki. Já, það var alvarleg spurning þá í þingsköpum, er í lagi að fara á klósettið í meiri ræðu. En þegar Jóhanna talaði var gert hádegishlé og kvöldvarðarhlé og lengsta samfelldaræðan var Ögmundur OHF-væðinguna og minna þetta eru bara rosalega stór og mikilvæg mál í sögu þjóðarinnar. Má ég taka annað dæmi áður en þegar Johnson næri í gegn réttindum svartra í Bandaríkjunum. Þá voru demokratar í hans eigin flokki að reyna að stoppa það. Og það tók langan tíma þangað til hann fékk nógu marga þessar 60% þingmanna til að stoppa það. Þannig það hafa líka farið góð mál í gegn með því að stoppa svona málþóf. En já, ég velti bara fyrir mér einmitt að þið vitið að því þetta er málefni sem að miðflokkurinn er núna að taka fyrir. Þú veist, eru við þá minna að hlusta á það sem þennan boðskap? Eru þeir, þú veist, snýst þetta ekki bara að þessi bókun 35 kemur okkur eitthvað svona einu skrefi nær inn í Evrópusambandið og þeim
ber að verja kjósöndum fyrir Evrópusambandinu. Þú veist, ég meina þetta þetta eitthvað lógík og þetta fundamental atrið fyrir mjög marga, svoleiðis að þetta kannski ekki rosalega skrítið, en eins og þú segir áðan að kannski komið gott, kannski bara pointið komið. En getum við hugsað sko hvaða merkingu þetta hefur? Eru við of polarisir, þegar við erum mikið að tala um það, að við getum ekki eins og skoðað mál sem stjórnmálaflokkar sem eru andstæði yfirleitt okkar sjónarmiðum, hafa þau eitthvað til síns máls, svona að ég oft velti þessu fyrir mér, annars, þú veist. Þetta voru spurningan sem að satt eftir með hennar þriðja orkupakka. Þegar allir sem voru þú veist, þegar miðflokkurinn var einhvern veginn svona að taka þann slag og allir aðrir voru bara orðnir rosalega fylgjandi orkustefnu og lagaumgjörð Evrópusambandsins sem vondurinn neytendur. Orkuverð hérna að hækka umfram verðbólgu og það verður að búið til milliliði, þetta kemur allt beint frá ESB, verður að búið til milliliði til þess að græða á orku til almennings og heimila. Og það hugsaði maður byrju hvar voru vinstriflokkarnir, hvar voru önnur sjónarmið og fólk þorði valla að vera eitthvað á móti þriðja orkupakkanum af því þá væri orðin miðflokkurinn og það náttúrulega talsverð polarisering. Akkurat. Það verður klátt að hringja í Sigmund og spyrja hvort það sé ekki til í að vera með bókun 36, það myndi auka fylgið við hans afstöðu. Ég svo þegar að tala um þetta, ég með það sem ég við tölvuna, þá ég með þessa til hliðar og þingið á og svo ef ég sé að Sigmundur fara að tala, þá hlusta ég Ég forvitin hvað hann segir. Einmitt. Hann formaðurinn. Ég bara velta hvað segir hann? Já, það finnur svo allt í foráttu og ég get ekki endur sagt alla ræðunar hann á móti orkupakka bóku 30. Ég kveikti einu sinni þá, ég hef sagt það áður, það var eitthvað klukkan rúmlega 1 og þá var hann uppi í pontu að býsnast yfir því að ráðherrarnir sætu ekki að hlusta á sig. Þetta er svolítið... Já, svo kom ég alltaf sem með það, þau voru talið þetta að væringina frá meirihlutunum. Þá kom við ljós að Pavel, hann búinn að sitja þarna meira og minna sem formaður utanríkismálanefndar. Hann situr bara í þingsalnum og hlustar á þetta allt saman. Já, það er bara hans hlutverk. En þetta, málþóf ákveðin pólitísk list og maður getur ekki annað en aðstoð þeim sem gera það vel. Og liður í því auðvitað að fara upp í störf þingsins og skama þingforseta fyrir. Þá getur við gera þetta vel, vegna þess að mér finnst ég hórt að pínit og mér finnst þetta leiðilegt. Það er engin svona húmor í þessu. Það er eins og finnst þetta ekki gaman. Voru þið ekki ykkur hláturskastaðin í alltaf? En það var engin húmor á bak við það. Ég veit ekki hvort að Jóhannu fannst gaman að standa þarna í 10 tíma. Þetta voru háalvarleg pólitísk mál sem að þetta fólk stóð og tjáði sig og hún hafði mikið rétt fyrir sér. Ég heldur betur. Og ég man eftir að ég var þingverðarmaður líka, ég var með EES-máli en það var bara að ég var fyrir DFF þá átti ég að gæta þess að svona jafn langt frá öllum flokkum eða svona nánast þannig að ég hafði svo frjálsar hendur þar en það er En þingi almennt þessa stjórnarandstöðu sem ég heyri svolítið fólk tala það að tala að þetta sé leiðileg stjórnarandstaða. Ég held að sé Sjálfstæðisflokkur og Miðflokkurinn er svolítið afgerandi af því að hann er á móti öllu, Sjálfstæðisflokkurinn á sömu og Framsókn sömu, þannig að einhvern veginn er Miðflokkurinn orðinn svona andlit stjórnarandstöðunar og Samfylkingin ríkur upp í könnunum. Bergþór Ólason, hann hefur verið svona eins og hann sé svona leiðtogi stjórnarandstöðunar. Ríkisstjórnin nýtur mikils trausts ennþá, þóttu sé orðin 4-5 mánaða gömul. 5 mánaða gömul líka, eða meira, er ekki bara... Hún er orðin hálfsás ríkisstjórnin og svífur ennþá í 65% í stuðningi, sem er bara mjög góð. Einhvern veginn held ég að þessi gjöf frá stjórnarandstöðunni, því hún er eiginlega afleitt. Já, að þau njóti þessa, Þetta ekki að segja það? Stjórnin njóti. Ég held að þessar svona ríkisstjórnir, svona hægri vinstri ríkisstjórnir, þær hafa flækt rosalega stjórnarandstöðu momentið, Og ég meina eins og til dæmis, svo ég haldi áfram að tala um málsverð og tala þegar ríkisútvarpið voru OHF og það var rosalega skýrt, þetta var hægri stjórn og svo vinstri stjórnarandstaða og línurnar rosalega skýrar. En svo í tíð síðustu ríkisstjórnar það verður þetta rosalega flókið, þegar hefur með einhvern veginn vinstri, hægri, allt í stjórn og stjórnarandstöðu.
Og það verða allir rosalega ringlaðir og svona einhvern veginn erfitt að vera í einhverju liði. Já, það vantar allt frá vinstri inn í það, bæði þá sko vinstri málinn og svo líka talað hérna orkuna og hérna náttúru sinna. Þetta fólk vanti málsvara á þinginu. En svo annað sem má velta upp í þessu líka út af því að stjórnarandstaðan sé leiðileg og þá má velta fyrir sér hvort að eru stjórnin skemmtileg, eru halda þau úti einhverju skemmtilegheitum og og þá var alltaf sagt sko þegar stjórnmálamenn voru að taka ákvörðun að þeir þyrftu sjálfur að vera á betri kjörum en þeir voru á, þá heldur alltaf fram að sko það væri til að laða af besta og hæfasta fólkið og nú voru launin þeirra að hækka sko fram allt hjá venjulegu fólki og þingmenn að fá 85.000 króna launahækkun og meðan svona fólki undir millitekjum er að fá 23.750 krónur á mánuði og mér finnst þetta áleitin spurning sko, er þingið betra fyrir vikið eða getur verið að peningarnir ná ekki að draga inn að gæsla upp besta fólkið? Kannski einhver önnur aðferð vænlegri til að draga inn besta fólkið en að dæla eða peningum. Akkurat. Ég held að þingmenn ætti að vera með svona laun eins og kannski yfirkennari í skólakerfi. Það er svona sómasamleg laun fyrir opinbera þjónustu. Laun þingmenn voru tengd við kennaralaun. Mér finnst fáránlegt að vera forsætisráðherrann komið bara nálega 3 milljónum eins og hann eigi að vera á launum svipað og sko framkvæmdastjóri eða forstjóri í einhverju kapítalísku fyrirtæki með það. Forstjórinn í kapítalísku fyrirtæki, hann fer að há laun vegna þess að hann er að gera ómennska hluti. Hann er að reka fólk og hann er að hann er eiginlega týran inn í sínu kerfi. Þannig hann fær sko mikið borgað, hluthafarnir á borgunum mikið til þess að draga hann frá hjörðinni, til þess að hann geti sko akti fyrir sína hagsmuni en ekki hjarðarinnar. Við höfum ekki að hafa sko forsætisráðherra í slíkri stöðu. Það er að rífa hann frá hjörðinni, það er bara fráleitt hugmynd. En hvernig finnst ykkur að stjórnin hafa staðið sig því sem það er? Ekki illa. Hún hefur ekkert sjarmerað mig neitt sko. En ég skal líka alveg viðurkenna það að ég fór í svolítið fílu bara eftir síðustu alþingiskosningar. Ég bara skammast mín ekkert fyrir það, áskildi mér bara rétt til þess, þannig að ég hef ekki verið svona mikið að fylgjast með. Hún hefur verið stór skandala laus og forðar og ekki sjálfur sér en á móti það hefur ekkert komið frá henni sem svona einhvern veginn sjálfur. Samt þegar svona bjartari ásýndi yfir ríkisstjórnin heldur en hefur verið? Töluvert og það er náttúrulega líka eins og var bent á að það skulle vera konur komnar í allar helstu valdastöður í borginni og í þingi, í kirkju, í menntakerfinu háskólunum. Ég held eins og að 80% af þjóðinni sé guðslöndi fegin að sjálfstæðisflokkurinn sé ekki í ríkisstjórn. Ég held að hún líka njóti þess ríkisstjórn. Ég held að sjálfstæðisflokkurinn sé bara nálægt því að vera bara ónýtt vörumerki. Sjálfstæðisflokkurinn er á mikilli niðurleið núna og sko fólk skiptist, sko gagvart sjálfstæðisflokkurinn skiptist fólk í 2 horn. Þú kýst hann eða þú fyrirlítur hann. Og voðalega fáir sem eru ekki í öðrum hvorum þessara hópa sko. Sem að þýðir þá að 80% af þjóðinni fyrirlítur flokkinn. Það er það sem ég er að segja. Það er mjög slæm staða. Mér hefur fundist merkilegt hvað þessi ríkisstjórn hefur notað mikilvæg vinselda með að hvað ég tel að hún sé í rauninni að gera lítið og mjög lítið öðruvísi en fyrir ríkisstjórn. Þá náttúrulega þetta nefna reynda veiðigjöldin sem eru auðvitað stórt mál og þau hafa núverandi utanríkisráðherra hefur verið miklu meira afgerandi í málefnum Palestínu til dæmis heldur en fyrir ríkisstjórn var. Þannig að þetta nefna svona nokkuð mál. En þau eru líka, sko, eitt þeirra helsta mál var að ná niður fjárlagahallanum hraðar en fyrir ríkisstjórn. Akkurat. Þau eru ofboðslega mikið svona niðurskurðar stefnu orðfæri. Eru að taka peninga út úr menntakerfinu og reynda kannski eru áhrifin ekki að það komið fram, en eru svona sjúga peninga út og seldu banka eins og hinn ríkisstjórnin og það var allir á móti í þá og áður en þetta pappamál þarna komið, þá var allir á móti því að selja bankan en nú er þetta fólk ekki á móti sko.
var svo einfalt. Það var nú einhverju flokkar sem voru bara mótið í að selja banka eins og Flokkur fólksins og það voru einhverju sem voru mótið í að það var ekki góð aðstæða núna. Við ættum að nota kannski eigna hlut ríkisins til þess að skoða hvernig bankakerfið væri. Það voru alls konar sjónarmið uppi þá. ASÍ gerir könnun á svo meirihluti þjóðarinnar þá var á móti því að selja Íslandsbanka en svo núna einhvern veginn þannig að hún er með einhvern meðbyr sem að ég átta mig ekki alveg á hvaðan kemur og nema þá að eins og þú nefnir Gunnar Smári að það sé bara að fólk bara gat ekki haft sjálfstæðisflokk. Ég held að það sé það sem ég hef verið að hugsa þetta saman þú vegna þess að það sem að ríkisstjórnin að gera ekkert þetta sem ákvað að gera fyrst að fara út í einhverjum rosalega niðurskurðar leiðangur einhvern veginn litið út eins og það væri einhver Eurovision samkeppni. Hópefli fyrir þjóðina. Þannig að flesta því sem hún gert frekar óspennandi. En ég var að velta fyrir mér að því að það var komin rosalega þreyta í fyrir ríkisstjórn. Svolítið að mér að ég sem eðli mínu svolítið gagnrýnin að ég hugsaði bara ég ætla að gefa þeim séns. Svolítið að ég hef ekkert verið að fylgjast með þeim neinum svona gaggrínum augum fyrir alvöru, fyrir utan það að mér veist fullkomlega vanta allan friðartón í heimsmálin. Það er ekki nokkuð manneski sem talar á þeim nótum. Það er bara við erum fullkomlega með NATO, Rússar eru stórhættulegt apparat og svo eru við með Ísrael að 90% leiti en maður er vissulega þakkláttur Þorgeiri Katrínu fyrir að hafa aðeins innbláði innflytjendamálin, það var góð stefna sem er bara í skúffunni hjá Ingu Sæland loksins búið að búa hana til stefnu innflytjendamálum og málumni flóttafólks sem var bara mjög vel unnin við hjá Alþýðusambandi komað þeirri gerð svoleiðis að þú veist ég veit ekki, mér finnst þetta kannski pínu svikalogn ímynda ég mér að því að það er sannlega það vantar velferðar hugsunina, það vantar þessa félagshyggju og það vantar friðarsýn. Þannig að ég veit ekki það væri gaman að fylgjast með þess að því að ef við skoðum bara á ástandið víða í Evrópu, þið vitið þessi rosalega polarisering, hvort þetta sé bara eitthvað svona þið vitið, svo sjáum við þetta fólk, þessu örfá aðalarendar nýra Austurvelli vera að mótmæla, það er svolítið nýtt íslensku samhengi, þið vitið með fánan og svona, svolítið að ég velti fyrir mig hvort að þetta sé bara pínu tími núna, að því að við sannlega höfum, vinstrið að mínu mati dó, eða allavega er stórlaskað, svolítið að við höfum bara svona huggulegra hægri núna, með Viðreisn og Samfylkinguna. Já, hér er ég á gjörsana andverðu með þig, fyrirgeðu, Ekki málið. Í fyrsta lagi, þegar þetta tala polariseringu, ég kaupi það ekki. Að því að maður skoðar málflutning vinstrimanna í dag og ber hann saman við málflutning vinstrimanna fyrir 10 árum, 20 árum, 30 árum, 40 árum, 50 árum, þá er þetta nákvæmlega sami málflutningur. Vinstri menn hafa ekkert færst neitt lengra til vinstri en þeir voru á fyrir 50 árum. Þegar þú skoðar málflutning hægri manna, þá hefur hann hins vegar snar radikaliserast. Þau eru konin með öfga hægri skoðanir sem að áður voru bara kvíslaðar í nafnleind manna á millum í bakherbergjum, eru bara komnar eru komnar út úr skápnum, eru komnar out in the open og það eru rasísk mótmæli á Austurvelli gegn innflytjendum. Þannig að þetta sem við köllum polariseringu eða þessa skautun er engin andskotans polarisering. Heldur er þetta radikalisering hægrisins sem við erum að horfa á og þeir einhvern veginn hafa náð að kalla þetta hvergi skýrara heldur þegar maður horfir á það sem er að gerist í Bandaríkjunum, það sem að repúblikanaflokkurinn er bara gjörsamlega búin að missa vitið. Hann er bara komin út í grímulausan fasisma. Það er mjög hjárannilegt þegar maður er að heyra hérna á Íslandi segja öfgar til hægri og vinstri. Hvar er þessi vinstri öfgar? Er það velferðarkerfi eða félagslegt húsnæði? Hvar er þessi vinstri öfgar? Gjaldfrjálst heilbrigðiskerfi í almannaeign, það eru nú öfgarnar sem að íslenskir vinstrimenn eru að tala fyrir. Það er öll og sum polariseringen eða radikaliseringin sem er eiga sér stað á vinstrivagnum. Þannig að en með því að kalla þetta polariseringu en ekki það sem þetta raunverulega er vitskerðing villta hægrisins
að þá einhvern veginn sökinni á ástandinu varpað yfir á fólk sem að bara á nákvæmlega sama stað og það hefur verið á síðastliðin 50 ár. Sko, en má ég aðeins spyrja þig þá, að því að að því við tölum polariseringu sem þýðir sannarlega að það verða að vera einhvers konar íking, íkt hægra megin, en kannski á þess að hefur ekki vinstrið veikst, þeirra sjónamið hafa veikst, þeirra svona félagshyggja eins og bara í ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur, þið veitir bara einhvern veginn trekk í trekk, það eru bara tekin eitthvað svona málefni kvenna sannarlega, samkynhneigðra, trans og svona, sem eru sett sannarlega í forgang, en einhvern veginn á meðan má selja banka og mér finnst þetta vera vandamálið, svolítið að kannski þetta ekki radikalisering, ekki rétt, veiking og polarisering held ég að geti, kannski hún vandasum að því að annar hefur veikst og hinn hefur ykst. Ég held nefnilega getur þetta verið eitthvað svoleiðis? Já, ég held nefnilega að hluti af því ástæðinu fyrir því að hverju vinstrið hefur veikst að fólk að ímynda sér þar sem að vinstrið hefur fengið áorkað í sambandi við réttindi, kvenréttindi, kynsegin fólks og hinna ýmsu minnihluta, að það sé komið í hús. Að það þurfi ekki að standa vörðum, það þurfi ekki að berjast fyrir því og þannig þegar talað þessi réttindi og þetta velferðarsamfélag að þá virka þá fólk eins og áróður fyrir status quo. Að halda í horfinu að bara reka áróður fyrir því sem við höfum. En ekki svona hinn pólitíska tvíhyggja, tvískipting samtímans, annars öfgahægri og hins vegar það sem hefur kallað svona öfgamiðja, svona extreme center. Þar sem og vinstriflokkarnir hafa keppst að vera þar, að vera rosalega stjórntækir, vera ekki að leggja til eitthvað rosalega gróft, svona reyna að þoka málum svona lítilega áfram í rétta átt, verja, reyna að verja, stoppa, ekki meira svona, en rosalega mikið í bara þessari öfgamiðju og hinum einir öfgahægrið sem að, og náttúrulega, bara gleymum aldrei í Brexit þegar var þegar var verið í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar í Bretlandi og þá kom þeir sem að studdu útgöngur Evrópusambandinu komið með þetta ekki læg með þetta samfélag, það þarf að laga þetta og við þurfum að fá peningana inn í heilbrigðiskerfið eitthvað svona og þá sögðu þeir sem vildi vera áfram í Evrópusambandinu sögðu nei, að ganga út mun ógna stöðuleika. Þú getur valið að milli vinstri allir fyrir að verja óbreytt ástand sem hentar vinstrinu ekki. Þú getur valið að milli stöðuleika eða walk in the dark, þú veist, það bara göngu í myrkrinu. Og ef það allt í rugli og þú veist, ert búin að horfa bara að bókasafnið drattast niður og ert ekki lengur með heimilislækni og tennurnar eru ónýtar og þú þarft jafnvel að fara í matabanka í lok. Þú veist, bara fólk á millitekjum sem þarf að leita öllu klingi á heimilinu til að komast í strætó í vinnuna síðustu daginn í mánuðinum. Meina, viltu ekki frekar labba eins í myrkrinu, Það allavega einhver séns að það kom eitthvað ljós, Þetta vandi sem víða að vinstrið að verja óbreytt ástand sem að henta vinstrinu ekki. Vinstrið og sósíalismin gengur út á að selja framtíðarlandið, hvernig við ætlum að fara, hvernig við getum haft samfélag okkar miklu betra. En þegar það lendir í því að segja fara að verja allt sem að og svona réttlæta samfélagi sem ekki gott samfélag fyrir almenning. Þó að við séum að benda á hans konar réttindi sem róttæk sósíalísk verkalýðsbarátta að skila okkur. Að þá þetta ekki þannig og við sjáum það bara á könnunum hvernig almenningur upplifir samfélagi. Það ekki traust á stofnunum, ekki traust á stjórnmálunum. Akkur þá vinstrið að labba og segja þessi allt í lagi? Nei, Oddný Harðardóttir, fyrrverandi formaður Samfylkingar, hún var hérna hjá mér í vikunni og þá talar hún að það vantar vinstri og þá finnst henni að ég verið að fara rétt með þetta, að svona Samfylkingin, hún svona aðeins á jaðri þess að geta verið með einhver vinstri mál. Hún alveg við að þetta yfir. Þannig að Viðreisn ráðandi flokkur í þessari ríkisstjórn. Já. En já, þetta aðeins þessa öfgamiðju sem Halla var að tala að þá hún náttúrulega, hún hefur sem sagt, það að vinstri og hægri, hún snýst það að vinstri og hægri eru sammála grundvalla atriði orðið. Þeir eru sammála að verja landamærin, þeir eru sammála að hafa
sem í harða innflytjastefnu, þau eru sammála stríðsreksturinn eins og til dæmis að vera í NATO er algjör samkomulag og leggja eiginlega öll álitamál samfélagsins út á hinn svokallaða markað þar sem hinir ríku veita svarið. Já, það er einhvern veginn eins og það hefur bara algjört konformatíð. Leipa kapitalismann í heilbrigðis- og menntakerfið. Já, en eins og Halla sagði bara aðeins örlítið að gera sársauka minna, svoleiðis að sko, þú veist að mínu mati, já, er þetta mjög alvarlegt og ég segi að vinstrið hafi bara algjörlega gengist á hugmyndafræði nýfrjálshyggju í raun og veru fyrir utan svona allavega þó ekki að koma með neitt svona afgerandi og ég held að síðasta ríkisstjórn hafi bara verið sko, hún bara blákalt þið veitir, hún er alveg hægri stjórn sko. Já, ég veit, en sko við áttum samt að og þessi atriði sem ég myndist á með kvenréttindin og málefni trans og svoleiðis sko það er bara ekki nóg þú verður að tækla velferðarkerfi þú verður að hlúa að innviðunum og þú getur ekki haft endalaust innstreymi af innflytjendum ef þú ætlar ekki að hafa sterka innviði til að taka á móti þeim fyrir kapitalistana þú veist svoleiðis að þetta er eitthvað ég held að við séum vinstrimenn fyrirgefið, ég held að við séum algjörlega sjúk ég held að við höfum verið algjörlega rugluð í rýminu síðustu 20 árin eða svo svona blerismi vinstrisins, því miður En síðasta ríkisstjórn var samt líka vinstrisinnar en þessi sko já hún gerði fleira vinstrisinnar en þessi ríkisstjórn taka það frá henni, alls ekki sko þú veist, en ég meina maður þarf að mála hlutinu svolítið skýrum litum bara svona til þess að búa til svona þú veist, argument sko en já, svolítið ég held að við komum á og friðarmálin ég meina, þú veist, erum við að fara að ganga inn í 3. heimsstyrjöldina núna þú veist, er það bara málið þú veist, enginn talar þú veist, friðarsinnar hvar eru þeir? Þar kirkjunum þar er ég ekki bara þeir eru víðar en sko, það er líka annað sem að ég held að vinstri hafi svolítið klikkað á sko og það er að setjast niður og tala bara innbyrðis opinskátt og hreinskilnislega varnarmál. Já. Að fyrir mér var árásin inn í Úkraínu sko sami augnaopnari og sennilega, þú veist, vinstrimönnum árið 1968 var innrásin inn í Tékkóslóvakíu. Að það bara blasti við mér ný heimsmynd og allt í einu áttaði ég mig á, sá ég bara svart og hvítu að það er ekki séns að við Íslendingar getum treyst því að stórveldi virði alþjóðalög. Það er ekki séns að við getum treyst því að sko leið og Excel-skjalið sýnir að það sé meiri ágóði heldur en kostnaður við það að leggja Ísland undir sig með vopnavaldi, þá mun það vera gert. Við erum í varnarsamningi við stórveldi sem að fyrir ekki eftir alþjóðalögum. Já, ég er að segja það, en við erum samt að horfast í augu við það að sko þrátt fyrir allt ógeðið sem að NATO er og færir okkur að með því að vera undir þessu úldna teppi þá allavega erum við í skjóli á meðan. Ertu fylgjandi hervæðingu Evrópu? Ég er ekki fylgjandi neinum sköpuðum hlut en ég er bara benda á það að ef að sko utan NATO er Ísland krækiber í helvíti. Við erum bara að horfa stegum við erum á móti NATO, við erum á móti stríði, við erum líka að horfa hreinskilnislega á heiminn sem við búum í og í austrinu er siðfyrst, blóðfyrst skrýmsli sem virðir ekkert og bara er til í að beita vopnavaldi til að komast yfir auðlindir stöðan í kring. Því það er ekkert á bakvið innrásina í Úkraínu annað en það að Pútín sér fram á að í framtíðinu verði Úkraína mjög samkeppnishæf við Rússland útflutning á ýmsum góðmálum, korni og öðru slíkur. Sko, ég held nefnilega að þú veist, þessi sjónarmið þín eru mjög algeng. Ég held að fólk mjög margir hugsa á þessu nótum og alveg skiljanlega vegna þess að við náttúrulega erum alin upp við ákveðna sýn að Vesturlönd er ekki frábær en þau eru það skásta. Allavega, við sem erum svona gagnrýn. Hins vegar er ég algjörlega ósammála því og ég skil ekki af hverju við getum ekki skilið af hverju Rússar töldu sig þurfa að ráðast inn í Úkraínu, ekki það ég sé sammála, en
ef ég er bara manneska sem fer og ekki bara einhvern veginn að hugsa á nótum svona vestræna hugmynda, að þá get ég vel skilið það að vera alltaf að koma NATO nær og nær Rússlandi er bara ákveðin ögrun ef að við hugsum bara mjög hlutlust. Og ég sko, þessi demonisering á Rússlandi sem er, ef til vil alveg rétt. Ekki Rússlandi, á núverandi stjórnvöldum í Rússlandi. Já, en sko, Rússlandi samt og Sovétríkjunum þar áður, þá meina ég það svo rosalega auðvelt að pikka upp þessa hræðslu. Ég meina, við erum alin upp við það, manstu þarna eitthvað kjarnorkuvána, við erum alin upp við svo... Og rússagrílur, sko. Já, svoleiðis það að tengja þessar hugmyndir þínar, svona eins og þú lýsir þeim, þú bara allt í hún átt að þig, það er ekki úr lausu lofti gripið. Við erum menningaverur og við tökum auðvitað þá þekkingu sem við erum alin upp við. Af hverju heldur að þjóðirnar í kringum Rússland leggja svona mikla áherslu á að komast inn í NATO? Ég efast ekki. Við erum ekki þar, sko. Við erum ekki með sömu öryggishagsmuni á Eystrasaltslandi. Við erum áriðarsaði Bandaríkjanna. Já, skilu, ég held að Bandaríkin... Írland er ekki NATO. Og ég held að Bandaríkin séu stórhættuleg. Ef til styrjalda kæmi, já. Ég held að enginn áriðar... Kannski af landafræðilegum ástæðum þeir pínlítið... En ég bara ekki, ég held kannski að því ég verið alin upp, þú veist, utan Vesturlanda að hluta. Svo segi ég ekki með þessa, ég bara fattaði undanfarið, ég ekki með þessa hugmynd, hún bara ekki í mér að Vesturland svo eitthvað máta svona eitthvað jákvætt afl í heiminum. Ég held að það sé fullkomlega destruktiv. Ég hef séð þetta í Afríku, það er mjög athyglisverður, ég mæli með þið skoðið það sem að gerast í Vestur-Afríku, sjálfsögðu kemur ekki til fréttunum hér, það er verið að afmá landamæri á milli Mali, Burkina Faso og Níger minni mig. Þau eru komið sko landamæraleysi, þau eru búin að þjóðnýta svona, hvað sem námugröftin af 14 ríkjum. Frönsku nýlendana hafa 50% af þeirra þjóðaframleiðslu farið beint til Frakklands. Alla gullnámur, allt þeir hafa þjóðnýtt, svoleiðis að þessu lönd, og það er mín prívatkenning, að Gaza hafi bara gríman fjall, allur sá hryllingur sem nýlendustefnan, yfirgangur, það að níðast á öllum í heiminum og á sama tíma halda við sjöum superior í mannréttindahugsun sem er algjört grín að mati minna vina í Miðausturlöndum í það. Þannig að ég held að þetta það er rosalega áhugaverða vendingar og ég held að molni undan vestrænu hegemóníunni núna, þessir yfirráðu. Og ég held að molni undan og ég held að þá verðum við líklega hræddar og hræddari. Og það er ekkert skrítið, sko. Svoleiðis að ég veit ekki, ég held að við verðum bara að hætta þessu bara einhvern veginn við best þessi vondir, aðeins allavega slaka á í því og hlusta á sjónum, hlusta hvað aðrir eru að segja. Og ég meina, ég held að Gaza, þið vitið, bara þessi þjóðamorð á Gaza, við gætum ekki hort upp á þau ef við værum ekki íslamafóbar. Þið vitið, það væri bara ekki séns. Og hvað er það annað en langvarandi heilaþvottur þessar vondu og hættulegu múslima sem eru svo gríðarlega ólíkir okkur sem ég veit að ekki, ég meina það er bara eitthvað yfirborð og hérna, þið vitið, svoleiðis að ég held að við verðum að verða friðarsinnar. Ég held við verðum að hætta þessu. Við erum bara friðarsinnar. Þú veist, tölum fyrir diplomasíu og það er engin að því, svoleiðis að þú veist, ég er ekki að álasa þig, ég veit að þetta er rosalega algeng sjónarmið. Ég er alveg á þínu staði líka, en það sem ég var að vekja máls á var að vinstrimenn hafi ekkert rætt þetta eða farið í neitt uppgjör í kjölfarið á þessu. Hver er afstæð okkar til Rússlands? Ætlum við að láta bara eins og Úkraína hafi ekki átt sér stað og bara vilja Ísland úr NATO og bara treysta því að við verðum látin í friði ef við höfum engar varnir. Viljum við Ísland og NATO? En Davíð, af hverju segir vinstrimenn, ertu að segja að Pútín sé eitthvað vinstramenn í því? Nei, ég er bara að segja... Hann var í flokkabandalagi í Evrópuþinginu með sjálfstæðisflokkum. Ég er að segja, Pútín á það sæmilegt með vinstrimennum að vera... Þetta er ólíkarkísk kapitalismi svipað hjá Trump. Pútín á það samilegt með vinstrimennum að vera á móti NATO. Pútín á það samilegt með vinstrimönnum að vera á móti NATO og það er gömul speki að sko óvinnur minna er vinnur minn.
En það tenging og þess vegna ég að segja að vinstri menn hafa til dæmis ekki náð að þvo hendur sínar og ég hef heyrt hér inn í þessu húsi talað varnarmál með hætti sem að ég veit að hefði geðjast Pútín mjög vel. Þú meinar að þeir sem eru á móti NATO séu pútinistar? Nei, ekki endur, ég er á móti NATO. En þeir sem að tala eins og innrásin í Úkraínu hafi verið NATO og Úkraínu að kenna, en ekki Pútín. Að það á einhvern veginn verið eðlilegt og forsvaranlegt viðbragð Pútín að fara inn í Úkraínu vegna þess hvernig NATO hafi hagað sér. Það bara sólít sjónarmið að segja það að NATO tókst ekki að tryggja frið í Evrópu, meðal annars með því að fara austar, vitandi það að það myndi kalla á viðbrögð. Meðal annars með því að taka ekki Úkraínu strax inn í NATO áður en það ráðist inn í landi. Akkur heldur að Rússar hafi ekki farið inn í Finnland, Eystrasaltslöndin, af því þau voru komin undir teppið. Þannig að það var ákveðið að fara inn í Úkraínu áður en hún kæmist undir teppið líka. Finnar eru nýfarnir. Það var Eystrasaltslöndin fór inn í NATO þegar Rússland var veikt. NATO hélt áfram útþenslu sinni í austur, vitandi að það myndi kalla á viðbrögð og þeir fenguðu hausinn. Í þessu felst ekki réttlæting að það veri rétt hjá Pútín að ráðast inn. Þannig innrásin í Úkraínu var NATO að kenna. Besta dæmi sem að ég... Svaraði þessari spurningu, hvernig var innrásin í Úkraínu að kenna? Nei, besta... Var NATO að kenna? Já, ef þú viltu þagna... Nei, bara, þú veist, þetta er einhvern spurning. Já, ok. Já, takk. Besta útskýringi sem ég heyrti að þessu, ef þú potar priki í augað á birninum og hann ræðs síðan á þig, þá er það ekki bara honum að kenna, þú getur átt okkur sök sjálfur. Ég er þar. Ég er alveg ósammála. Já. En hvað viltu bara að NATO fá að pota í alla birni sem það vill? Að þeir hljóti að hafa rétt fyrir þessu? Við að gera samning við Rússa innanríkismál þriðja ríkis að hafa það við borðið. Eigum við að gera? Eigum við að semja við Rússa það hvernig Úkraína má haga sér í framtíðinni. Það sem við erum að segja... Það er það sem Rússar fóruð fram á. Við viljum gera samning við Bandaríkin að Rúmenía verði ekki tekin inn í NATO eins og það komið sér ekki ákvörðun Rúmeníu frekar heldur Bandaríkin. Já, meiri segja að það verður allir búin að læra þetta. Meiri segja að það byrja að tala núna friðarsamninga. Allir öll stjórnvöldi í Evrópu. Það er engin að tala að fá Moldóvu inn í NATO, menn sem menn er búin að átta sig á þessu. Að þegar þú býrði í túngarði stórveldis, alveg svo við gerum, innan áraðsvæði Bandaríkjanna, þá verður það að taka til þess. Alveg svo Víetnamar gera í túngarðinu á Kína. Þannig er bara heimur stórveldana. Og stórveldin eru ill, öll. Já. Og það er ekki þannig að okkar stórveldi hafi einhvern veginn náttúrulega rétt fyrir sér og hljóta að vinna alltaf því við höfum svo rétt fyrir okkur. Við erum búin að kalla yfir stórkostlega hörmungar yfir úkraínsku þjóðina. Við erum búin að eyðileggja þetta land. Og heiminn. Já. Í hverjir? Með því að ögra Rússum sem hafa vara við í 30 ár. Að ef þið farið með bandaríska herinn upp að landamæri á Rússlands, þá munu þeir svara. Takk fyrir það. Þú Rússa af allir í sektu Úkraínu. Nei, þú varst endur að segja að það voru við sem berum ábyrgð á þessu. Ég bara fyrirgefðu, NATO ber enga ábyrgð á innrásinni í Úkraínu. Ekki nokkra. Rússar bera einir alla ábyrgð á því. Þetta er afstæða NATO. Já. Og þetta er afstæða sem hlegið át allar heim. Nei, þetta er bara það sem að Margrét er að benda á. Allir sem eru utan Vesturlanda, þeir hlæja þessu sjónarmið. Það gefur auga leið að sama hvað þú ert mikið stórveldi, þá getur þú ekki bara tekið ákvarðanir fyrir þjóðirnar sem átt landamæri af. Það eru þjóðirnar sjálfar sem að taka þetta. Svala með skítuðu skónum yfir allan heiminn. Ég er ekkert að verja það hvernig Bandaríkin hafa gengið fram í Mið-Ameríku. Er það Íran að kenna árásir Ísraelsmanna? Hæ? Er það Íran að kenna árásir Ísraelsmanna? Nei. Það er bara nákvæmlega eins. Það er nákvæmlega sama sagan. Íran ber enga sök á sprengjuárásunum á Íran. Ekki frekar en að NATO beri sök á sprengjuárásunum á Úkraínu. Ísraelar ákvað að gera þessa árás. NATO er varnarbandalag sem á að tryggja frið í Evrópu. Íran er að berjast fyrir tilvísinni. NATO getur bara verið það er Úkraína. Getur verið þess vegna bara í Vestur-Evrópu það er Úkraína líka að gera. En hvernig getur það er ekki með kvartið því að Úkraínumenn takja vopn til að ráðast inn í landið þeirra. Nei. Það er eitthvað miskilningur að halda það farið saman. Það maður verið alltaf að velja góða gæn. Þetta er ekki samt heppilegt umræðefni, ef við erum friðarsinnar.
að því ef við erum friðarsinnar þá teljum við að þessi vondu heimsveldi sem hugsa að óta eigin tóta í hvívetna og Bandaríki jafnt sem Rússland og jafnt sem Kína, þið vitið, en svoleiðis að þá verðum við að kötta á þetta. Þá verðum við að kötta þessa hugsun, hver gerir hvað og fara að semja, láta færri drepast. Vopnaframleiðendur eru bara í bullandi stuði núna. Sérstaklega náttúrulega í Evrópu þegar núna þarf að fara að dæla inn, þú veist, einhvern veginn bara keyra inn í þessa vopnaframleiðslu. Er NATO að gera heiminn öruggari? I doubt it. Ég skítrædd við það. Bara alls ekki. Og skítrædd við Vesturlönd. Það ekkert í sögu NATO sem bendir þess. Nei. Ég held að þau vilja bara viðhalda sjálfum sér. Þau reyndu, þau voru áttu þarna legitimate, þau viti, lögmætt erindi á sínu tíma, ok. Svo takaðu við stríðinu gegn hryðjuverkum, ráðast inn í Líbíu, skemma það, land sem var í raun og vera í allavega miklu betri ástandi, miklu hærri þjóðarframleiðsla, Gaddafi sem er ekki vinsæll auðvitað, þú veist það voru heilu grænu eyðimerkurnar, það var ræktað þarna grænmeti, fólk lifði við skóla, menntakerfi, heilbrigðiskerfi og þetta þurfti NATO að eyðileggja. Nei, þið veitir svoleiðis að ég ef ekki... Nú hefur konum með skrifstofu sko til Japan til þess að undirbúa átöku Kína. Já. Hvað eru að gera í þessu klubbi? Ég ekkert að verja NATO hérna eða gera lítið. Já, en þú ég er að verja Eistland og rétt Eista til að ganga í NATO en það það sem þeir ákveði án þess að Rússar komi að þeirri ákvarðanatöku. Þú munt örugglega fá það, eða þú veist, þín sjónarmið verða örugglega ofan á, því miður. En ef þetta verið svona, þá getur þetta ekki bara Palestínun í NATO til að verja þá. Það er fólk í heiminu sem það er helst á vörn að halda. Það er ekki NATO bara að taka Palestínu. Ég væri fyrsti stuðningsmaður þess að Palestínu er tekin inn í NATO og litið yrði á árás á Palestínu sem árás á aðildaði ríkinu öll og brugðist við með þeim hætti. En Líbíu sem að NATO réðst á? Ég skal bara viðurkenna að ég veit ekki eins mikið Líbíu eins og þú, en ég veit að stríði gegn hryðjuverkum var löng röð af mannréttindabrotum og ég er ekkert að segja að NATO sé ekki viðbjóður. Ég meina myndböndin af pyntningum bandarískra hermanna og íröskum föngum, myndböndin af vísvitandi morðárásum á óbreytta borgara sem að Wikileaks og svo framvegis. Já, þetta er bara stórveldi. Ég er ekki að verja NATO, en ég er einfaldlega að segja að eftir innrásinni í Úkraínu held ég að við séum öruggari undir þessu draghúldna teppi heldur en nakin á berangri. Ég held að ekki verið ekki Íslendinga að kaupa vopn til þess að drepa Rússa á vígvöldunum. Ég held að grafi undan öryggjum. Enda held ég að það sé betra fyrir þjóðir sem eiga vopnageymslur fullar af vopnum að ganga í þær og gefa Úkrænumönnum. Ég held að aðstoð okkar Íslendinga, og ég var á móti því, ég held að aðstoð okkar Íslendinga sem vopnlausar þjóðir hefði átt að vera fólkin í einhvers konar neyðaraðstoð eða mannúðaraðstoð sem við erum aflögufærum frekar heldur að draga upp peninga til þess að kaupa byssur af bandaríkjamönnum eða þjóðverjum. Við látum þjóðverjum og bandaríkjamennina gefa byssurnar. En þú veist, ef svo fer sem horfir, þá verðum við ekki lengur að tala það hvort að við eigum að senda vopn eða neyðaraðstoð til Úkraínu. Heldur hve margar líkkistur við eigum að senda þangað og hve margar þeir eigi að vera í barnastærð. Það er ástæðið sem núna. Já. Það er bara mannfórnir dag eftir dag, bara mannfórnir á vígvellinum. Það er það sem ég er að segja. Já, í nafni hernaðar sinna beggja megin sem að telja að það sé engin lausn á þessu máli annað en fullnaða sigur á vígvellinum. Jú, það er til lausn á þessu máli. Og hvað er margir að deyja á því altari? Sem að hefur verið teiknuð þannig að Rússar fái allt sem að þeir biðja gegn því að hætta að níðast á Úkraínu. Og þar með er búið að verðlauna Rússa með landi og auðlindum fyrir að míga á alþjóðalög. Það er náttúrulega brotin alþjóðalög og það er ekki uppskrift öðruggri framtíð í Evrópu. En akkur hefur þá í NATO þegar Bandaríki brjóta alþjóðalög? Nú eru þeir búin að sitja refsi þvinganir á dómar í alþjóðadómstólnum að því að þeir dæmdu ekki sér í vil. Er hægt að vera í kompani með svona ríki? Er það boðlegt bara?
Þau styðja þjóðamorða í Gaza, þau eru leiðandi ríki í NATO, þau styðja árásir inn í Íran. Getum við verið í kompani með þessu fólki? Við fengið fyrirmæli frá þeim hvernig við eigum að haga okkar innanríkismálum. Já. Og höfum við byggt á okkur og byggt. Það bara saga eftirstríðsárnar í Íslandi. Sannarlega. Þá getum við það ekki vegna þess að við eigum að taka þessar ákvarðanir sjálf en ekki Bandaríkjunum. Já, við getum það ekki. Ég held að það sé auðvelt að vera friðarsinna á friðartímum, en það er mjög erfitt að vera friðarsinna á friðartímum og það er bara nákvæmlega þá sem maður reynir á. Og og maður endar í svona þrætum, sko, þú veist, og þú veist, þegar maður segir, mér finnst að við eigum að iðka frið, og þá kemur svar, ætla þú bara að sitja hérna og liggja hérna og krækiberur og eitthvað. Nei, en minna, þetta er bara falskt val, sko. Þú veist, ég ætla heldur ekki að gera hitt, sko. Og þá verður maður bara að reyna að gera það sem er rétt, ekki bara það sem er realíst best að einhverjur telja á einhverjum tímapunkti, þetta er líka bara það sem er rétt. Og það sem er rétt að gera er að tala fyrir friði, tala fyrir vopnalífum, tala fyrir samningaviðræðum, draga úr vígvæðingu og fella sig við að í stríði þá verða friðarsamningar sjaldnast þannig að réttlætið, sko, réttlætið sig. Það er ekkert réttlæti í stríði og það er ekkert réttlæti í friðarsamningum. Þú veist, þeir eru gerðir bara til þess að stoppa óöld og hrylling. Eins og öll stríð hafa verið stoppuð nema kannski setja heimsstyrjöldin og við búum við það einhvern veginn að halda að setja réttlátt stríð út af því. Akkurat. Og stríð geti enda með þessum hætti, en bara stríð enda ekki með þessum hætti. Nei. Bara það er ekki í boði, sko. Nei. Öll önnur stríð hafa endað með samningum og skítu stríð endað með skítugum samningum. Þannig það yfirleitt. Þetta voru náttúrulega kröftug umræða þetta. Já, er ekki hægt að segja að þú hefur ekki fengið þitt sem þú laðið til að vinstrið ætti í opnum og hreinskiptnu samskiptum. Þetta eru samskipti sem ég hefði viljað sjá vinstrið eiga fyrir opnum tjöldum. Hér er það. Í kjölfarið á þessu. Við gerum það reynda svolítið hérna við rauða borðið. Fram og tilbaka. Það kemur stundum fyrir, sko. Það eru mótmenn í Bandaríkjunum, hvernig líst ykkur á það? Þannig að 11 milljónir mann út á götu að mótmenna Trump. Er þetta eins og það var nú sagt að Gaza myndi kveikja á Vesturlöndum svona svipaða bylgju og Víetnamstríðið gerði. Ég man að það var svona fyrir svona 1,5 ári svolítið sagt, ég hef ekki heyrt það lengi. En er þetta ekki bara merki um það að því að í mótmælinn sem voru til dæmis í LA, ég var að horfa á þau og það var Palestínuklúturinn var mjög áberandi. Já, félagslegt ranglæti eða sem sagt. En þeir eru samt byrjað að flytja sko fólk í massa bara. Það er útlendingastefnan en þeir sem eru að svara eru sömuleyti skamma fólkið og var að vera að berja niður mótmæli á háskólalóðum og sem að kveiknaði svolítið út af Gaza. Já. Það er svolítið 7. áratugurinn endurtekur sig þar sem að hermenn voru sendir inn á skólasvæði til þess að leysa upp mótmæli og Reagan var þá fylkisstjóri og skoraði feitt með því að senda þjóðverðarlið á hippana í San Francisco. Nákvæmlega, þannig að það er spurning hvort að Trump allir sér að endurtaka þann leik. En mér skilst nú samt að sko þessi mótmæli séu ennþá töluvert langt frá því að verða jafn ofbeldisfull og ljót og það sem átti sér stað í þinghúsinu 7. janúar eftir að þarna ég er ekki með ártalið eftir að Jú, það er 2021 í janúar. 2021, já. 13. Akkurat. En ég efast að þetta verði til einhverjar mikillar upplausnar. Þetta mun annarkvort sko verður þetta barið niður og verður sko enn einn bletturinn á ferli Trumps sem honum er skítsamum en það sér ekki á svörtu, skilur við? Sko þetta er svo margt fólk sem að taka þátt í þessu. Eða þetta er svo erfitt að ráða við fjölda. Þetta mun fjara út einfallega því að fólk hefur ekki seglu til þess að halda þessu til streitu. Og það er verið að kalla út herinn til aðstóða. Og bandaríkin eru þannig samsett að þó þetta séu sjálfstæð ríki í einhvers konar bandalagi, þá er réttur ríkja til þess að segja sig úr þessu bandalagi nánast engin. Þannig að við erum ekki að fara að horfa neina upplausn bandaríkjana.
En þetta náttúrulega ofboðslega fátítt að herinn sé kallaður út sko gegn vilja fylkisins sko. Það var ekki óskum aðstóð sko, heldur sendir forsetinn þegar staðinn og nú náttúrulega mótmælin, hluta af þessum mótmælum verið sko Bandaríkin ekki konungsríki, sko verið engin kongur í Bandaríkjunum, það er svona hluta mótmælunum. Og einhverstað verðum að bara út af stöðu Bandaríkjana og tala ekki nánu sambandi Íslands við þetta stórveldi að vonast til að það verði til einhver svona raunverulega andspyrnuhreyfing því ekki hefur demokrataflokkurinn náða að halda upp einhver andspyrnu eða vörnum fyrir því svona það litla sem eftir að lýðræði. Hann er bara sofandi. Já, en þessi náttúrulega Gavin Newsom hann er núna, það lítið til hans með einhver svona smá von og hann í ákveðin stöðu til þess að vera með smá svona mótspyrnu og maður verður að vona það að það takist og að því að þið voruð að nefna mótmæli fyrir áratuga að það auðvitað var það voru það mótmæli innan lands í Bandaríkjunum sem að vísu sem að áttu stóran þátt í því að Víetnamstríðið var stöðvað að vísu á tíma þar sem að bandarískir hermenn voru að láta lífið og núna náttúrulega bara fólk alltaf bara bomba á lofti og þannig að það er svona það er engin bandarískur þegn að láta lífið þráttur í stuðning Bandaríkjanna við Ísrael. En mótmælabylgjan þá gróf svona undan það sem myndi heita lögmæti stjórnvalda og stjórnvaldu var ekki fært á að halda áfram með Víetnamstríð. Nei, akkurat. En ég er að segja sko að mótmælin voru samt, þau voru líka persónuleg af því að þeirra eigið fólk var að deyja sko, þannig ég veit ekki hvort að þú hefur sömu hvatana núna sko, en það voru margir palestínumenn sem eru að mótmæla í háskólanum. Ég hugsa þetta alltaf þegar ég að labba og tek þátt í palestínugöngunum hér og maður er í svo máttleysi og bara hvað maður að gera og náttúrulega aldrei gera nóg og allt þetta en það hugsa alltaf bara eina sem hefur stöðvað svona stríði fólk og við bara verðum bara að reyna og bara að labba og stundum við látum og stundum við þögn og og bara það er það sem hefur getað stöðvað svona. Og mjög mikilvæg þær göngur af því að þær göngur kröfunar eru vopnahlé, að þjóðarmorðið verið stoppað og fólki fái hjálp. Þetta eru sömu kröfur og alþjóða dómstólar eru að fara fram á. Þannig að þeir sem eru í göngunni, þeir eru að framfylgja lög og rétti í samfélaginu. En stjórnvöldin eru þar fyrir utan. En að því ég myndi þetta á Johnson áðan, út af filibusters, að stoppa Málþóf. Hann sendi líka þjóðvarliðið inn í ríki gegn vilja fylgjana til þess að fylgja svörtu börnum í skóla eins og þau höfðu rétt á að gera. Þannig að hann greip inn í það framfyrir hendunar. Það er einhverjir Trump megin í lífinu sem að telja að þetta sé bara sambarlegt ástand að Kalifornía sé að leysast upp í stjórnleysi og fólk bara hlýði ekki lögum sem eru sett það sem á að vísa fólki úr landi, það búið að samþykkja þetta og þeir ætla að standa í vegi fyrir því og þess vegna verði ég að senda hann inn til þess að framfylgja vilja meiri hlutans eða eitthvað. Það er mælendaskrá, ég er búin að loka inn í, nema einhver sem eitthvað mikið mál tjá sig. Ég eiti öllum mótnunum í að skoða Íran og Ísrael. Já. Til hlítar. Já, það er reyndar hérna á dagskráni, Já, nei, ég meina það er bara hefur náttúrulega legið fyrir hjá Bandaríkjunum það eru mikil þrá að ráðast inn í Íran. Ég meina alveg síðustu samt tregða til þess að gera það. Já, verið tregða vegna þess að það hefur verið gerða svona síðan 2002 svona eitthvað svona hermi eða eitthvað svona, þið vitið, eitthvað svona hernaðarlegar æfingar og hefur alltaf komið í ljós að það er ekki hægt að vinna Íran. Íran er bara miklu flóknara heldur en þið vitið, ég meina, þú veist... Þú getur ekki unnið á lofti. Þú vinnið það ekki á lofti, þetta eru, þú veist, þau eru með landamæra 7 ríkjum, þetta eru 90 milljónir manna, þetta er bara miklu flóknara en svo. Plús það að það er svona þessi hugmynd, sko, þú ert í trúalegu stríði. Það, þú veist, fólk sem er í trúalegu stríði, það er miklu sterkara. Og þið sjáu að það verður ekki eins og búin að ráða niðurlegum Hamas sem eru bara einhverju strákar í inniskóm með einhverja byssur heimatilbúnar eða líku við að það er ekki ennþá hægt að sigra þá. Svo hvað ímyndið ykkur með Íran? Eina vandamáli með Íran að það er náttúrulega mjög einangrað. Þú veist, það hefur náttúrulega ekki verið mjög vinsælt og það er náttúrulega þessi Axis of Resistance, hvað segir við Andóf, Öxulveldana og þeirra svona, hvað segir maður, svona proxy
liða eins og til dæmis Hezbollah hefur verið náttúrulega mjög veikt, er orðið miklu veikara í Líbanon en var. Þið sjáu stuðning frá Sýrlandi, hann er ekki lengur til. Hútarnir, bless them, þeir eru eitthvað að rembast skiljiði og eru náttúrulega að ná svoleiðis að sko þetta eru, þú veist, ég meina þetta getur eiginlega ekki farið vel en ef maður sé að reyna aðeins að vinda ofan að þessu. Íran hefur maður tekið eftir að hafa alltaf verið svona, þið vitið, þetta er bara eldgamalt menningarsamfélag, þau eru ekki, þegar þau tala Bandaríkin og svona Evrópulönd, þá er þetta sérstaklega Bandaríkin, þá er alltaf svo mikill æsingur, við erum hérna búin að vera hérna í 1000 ára, við bara tökum okkur tíma til að ákveða strategíur, við erum ekki eins og hinir bjánarnir. Það er svona hugmynd, eins og Íranir tala sjálfa sig. Svo sem maður veit ekki alveg sko hvernig þetta fer en svo er þessi látalæti í Trump og eru rosalega áhugaverð. Einhvern veginn bæði fyrst segist hann hafa ekkert vitað af þessu eða Bandaríkjunum ekkert vitast af þessu. Svo kemur nú annað í ljós, sannarlega, og hann þarna í miðjum kjarnorku samninga viðræðum ákveður sko nokkrum dögum fyrir þessa 7. samningalótu að samþykja að það sé ráðist inn í landi og þá séu drepnir nokkur af þeim einstaklingum sem eru viðriðnir samningana. Svoleiðis að, þú veist, aftur eins og þegar Hania, sem það stjórnmálaleiðtogi Hamas-samtakana var tekin að lífi í Íran. Ég meina, í miðjum samningaviðræðum. Þú veist, þetta er svona einhvern veginn þeir spila þennan leik. Svo að það er bara augljóst. Það er verið að reyna að viðhalda stríðinu. Viðhalda einhvern veginn, það að vera að reyna að koma á auðvitað eitthvað svona draumur að það verið breytt stjórnarfari í Íran. Sannarlega margir í Íran eru þreyttir á þessu ömurlega stjórnarfari þar. En það breytta stjórnarfari í Ísrael, er eitthvað þetta þau? Hvernig stjórnarfar? Í Ísrael? Ég meina, hvað með það? Skiptu stjórninni þar? Skiptu stjórninni þar? Er það ekki líklegri til árangurs og fríðar? Já, er það samt. Þú veist, ég er ekki alveg vissum að það taki neitt miklu skárra við. Ég meina, það er ekki eins og Ísraela sé ekki... Það hringir eitthvað hrífin? Meiri hluti Ísraela eru með stríðsátökum. Eða þú veist, þú vilja, ég man ekki, 65% vilja útrýma Gazabúum og þú veist, alls konar svona eitthvað trillingur. 80% eru hlyndi stríð, 85%. En breytist eitthvað núna þegar stríðið kemur heim til þeirra? Þau kannski geta verið bara á ströndinni. Já, það væri áhugavert að vita og ég sá í morgun einmitt þegar ég var eitthvað að skoða að það er örtröð á flugvellinum að komast út og það hafa náttúrulega mikið að Ísraelum verið að fara út og sjálfur grundvöllur Ísraela er að fólkið, að gyðingar frá Evrópu og Austur-Evrópu út allt komi til Ísrael og búið þar. Svoleiðis að auðvitað er þetta læviblandið. Þetta kemur til með að hafa bara gríðarlega áhrif bara á Evrópu. Frá fjármál Evrópu, þú veist, þeir loka þarna fyrir Hormuzsundið sem er hérna hjá Óman, við Óman og Íran, svoleiðis að alla siglingarleiði með olíu til Kína verða erfiðar og þar er verið að framleiða það dót sem við kaupum og Bandaríkin, svoleiðis að það er alls konar svona áhrif sem þetta hefur, svoleiðis að þetta mun hafa miklu meiri áhrif en hefur verið en ég bind bara kannski smá voni við að Íranir sýni stillingu eins og þeir hafa verið að gera. Þið vitið og einhvern veginn leyfi ekki Ísraelum að egna sig. Það er nú verið að pota í augu aldeilis og að pota í augu Ísrael alveg linnulaust til Íran og þetta kemur bara mjög illa fyrir Arabalöndin. Þau hugsa ekkert annað en eigin þessi ríki, Arabaríkin, þau hugsa eigin hagsmuni bara það að halda völdum, það að viðhalda einhvers konar samningum við Bandaríkin og þessi ríkustu lönd til að viðhalda viðskiptum, svoleiðis að Arabalöndin virðast ekkert vera að styðja Palestínu, ekki eru Evrópusambandið að styðja Palestínu og núna, þú veist, það var einmitt áhugavert þegar þeir fóru inn í Íran að þá slöktu það á netinu. Svona, maður veldi fyrir sér hvað var það átt að murka enn, þú veist, það er ekki eins og það hafi stoppað þau mikið að við höfum fengið að sjá þjóðamorði í beinni en svoleiðis að, já, þetta lítur bara hryllilega illa út og þú veist, Íran er sterkt hernaðarlega og það á örugglega eftir að koma óvart. Þetta er enn eitt sem þurfum að fylgjast með. Já. Það er veit að sjá ykkur að lausna þessu málum eins og í Úkraínu. Já. Algjörlega. Það eru alltaf fleiri og fleiri hörmungar
Og enginn tala fyrir friði eða laust. Enginn tala fyrir friði. Það sem að gerast fyrst einhver orði eða eitthvað sem möguleika. Sem að Ísland gæti gert. Já. Ég veit ekki, mér finnst tala fyrir friði. Mér finnst að Íslandi að skottast og reyna að fá fólk til þess að tala fyrir friði, sko. Við höfum eiginlega ekkert annað hlutverk í heiminum, sko. Við erum ekki með her og mér finnst það alltaf ömurlegt að hlusta á utanríkisráðherra Íslands tala eins og við séum eitthvað herveldi og mér finnst það bara ekki passa við Ísland að tala fyrir stríði. Af því að við erum ekki með her og við erum svo fá að við getum ekki svona varið landið okkar, þannig að við höfum eiginlega ekki efni á að tala fyrir svona hernaði, sko. En má ég bæta við einu, það einmitt sko með þetta sjónamið sem ég var að segja, sko, þú veist ekki hvernig við á Vesturlöndum erum innrætt og það bara þannig verið hluta menningarkerfi. Svoleiðis að það mjög áhugavert að vera að fylgjast með RÚV að ganni mínu. Ég gerir nú ekki mikið þegar ég að fylgjast með svona fréttum, en það var ofboðslega áhugavert að sjá, sko, Ísrael segir þetta þetta, þessari innrásir, Ísrael telur, Ísrael segir og Ísrael, og maður bara, ok, svoleiðis að, þú veist, sko, Íran pínu eins og miðflokkurinn, þú veist, þú hlustar á ekkert hvað sem hann hefur eitthvað réttmætt að segja, sko, að þá, þú veist, bara, það þú veist, bara algjörlega, það elska allir að hata Íran og af góðum ástæðum líka. Svoleiðis að þau eru þarna að það ráðist á þá. Sarkozy segir, hann segir að Ísrael hafi rétt á að verja sig. Undan hverju sem er. Eigin árásum. Já, svoleiðis að Evrópa er fullkomlega stríðsóð að þessu leitið að allavega styðja Ísrael út í opinn dauðan. Svoleiðis að þetta er bara áhugavert til viti svona þegar vondikallinn er að segja eitthvað. Þetta er bara vandamálið í Bandaríkjunum. Bandaríkjamenn hafa verið heilaþvegnir af sionisma. Þú getur bara gleymt því að ná einhverjum pólitískum völdum í Bandaríkjunum ef þú ætlar að tala gegn sionisma. Já, það er alveg hárrétt. Og það er stóra vandamálið. Já, það er það, sannarlega. Bernie, Guð blessan, hefur verið að tala gegn, þannig að það er svona einn og einn furðufugl eins og Bernie frá smáríkinu Vermont sem að nær kjöri þrátt fyrir að vera ekki sionisti en þú veist, hann er svona undantekning. En niðurstaðan í þessu þessu tali er það í gamlan texti af Bubba Mortens, þið munuð öll deyja. Það er þetta að vera vita lengi að ekkert okkar lifir. Já, ég veit þetta. Nei, ég er svona, fyrir... Orðaðastum, við gleymum. Það er alvarlegt að það er miklu meiri uggur í fólki núna heldur en við erum sem ég man eftir. Já, hvað sem við erum. Já, algjörlega afstæðar. Ég ólst upp og við fleiri sennilega í skugga þessarar kjarnorku vá. Algjörlega. Þegar ég er 17 ára sennilega kemur það sem þú varst að vitna í. Geislavirkir með upptakarsmörnum og kofverið að þeir standa í Reykjavík og fórna höndum og það er kjarnorku sprengja í Keflavík og þetta var bara framtíðin sem við vorum að tikka niður í. Þannig að ég held sko að við séum ekki að ala börnin okkar upp við sömu skelfingu og ég var alin upp við gagnvart þessu. Kjarnorkuváin á einhverjum ástöðum læst einhverstar hefur ekkert minkað en hún er bara ekki svo ofurlega á baugi. Í staðinn erum við alla börnin okkar í svona kvíða gagnvart hnattrænni hlýnun og aukinni ólgu í heimsmálum, stríðum og eitthvað svona. Það er ekki stóra bomban sem kemur skyndilega og allt er ónýtt sem að ungt fólk er í kvíða. En til þess loftslagskvíði er bara mjög raunverulega fyrirbæri hjá ungu fólki í dag. Það er meira hægfara. Og ég veit ekki hvort er verra að búa við skelfingu stikna smám saman eða greið. Við stóra svarið. Samt erum við kannski nær kjarnorkustríði núna heldur en var að þeim á. Já, nákvæmlega. Það er þessari viku. Rússland er kjarnorkuveldi, Ísrael er kjarnorkuveldi. Það voru átökja í Pakistan og Indlandi. Við erum seglu til að viðhalda þessari skelfingu, þannig að við fann að lifa með henni og hún hefur fjarað út og svo kemur eitthvað annað upp sem er svona Þetta er svo víða í heiminum, sko. Það er nú það sem er. Hér er alltaf þetta. Það er sól hérna sunnanlands og við verum að hleypa gestum okkur. Já. Guðrún Margrét, Halla og Davíð Þór. Takk ykkur fyrir að vera með okkur hérna. Takk fyrir. Og svo verðum við hérna Tossabekkurinn eftir. Sitjum eftir.
hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts Bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Þarstan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Gerist áskrifundur á samstöðinni og takið þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Já, heyrðu, við ætlum að tala pólitíkina, það stendur þarna í dagskrárkynningu, ræða pólitík, taka púlsinn á pólitíkinni. Pólitíkin er náttúrulega svolítið í pásu út af þessu málþófi. Já, það er það. Og því það eru sko önnur mál sem verða að komast að og þetta er náttúrulega galli að nokkru þingmenn geta bara hertekið Alþingi dögum og nóttum saman, sólarhring eftir sólarhring. Núna eru þeir með, þeir hafa verið með sko á á dagskrá mörg mál. En núna í dag er bara það er bara Miðflokkurinn og orku bókun 30. En það er sko það er það getur vel verið sko að það er sunnudagur í dag sko, þá er þarna dagskrá fyrir Miðflokkinn, svo getur vel verið að verið allt öðru sér dagskrá fyrir morgundaginn. Ja, sko, að því er ekkert samkomulag á milli flokkana, maður myndi horfa á þetta og segja, heyrðu, það er ekki að skjóta þarna málum sem allir eru sammála það er náttúrulega svoleiðis mál, það eru bara leiðréttingamál og fleira sem að bíða afgreiðslu. En á meðan það er ekki samkomulag á milli þingflokkana, þá er ekki samkomulag að hleypa því framfyrir sko. Þannig að það eiginlega vantar það vantar Nú segir það eitthvað hlýja á þinginu núna hefst aftur klukka 15:20 en kannski er að vera að reyna einhverja samninga. Ég veit ekki, heldur að það sé ekki bara ríkisstjórnin sé að reyna að þreyta Miðflokkinn, gera þetta svona óvissast. Að því að funda hlýja sko, á kannski möguleiki að þeir hafi sýnt eitthvað á spili sín. Já. Það er erfitt, þú veit að í þessu þá er erfitt að stoppa. Já, þau, náttúrulega, sko það er ekki, þau get ekki sagt, nei við getum ekki sami núna því við eigum eftir að koma ykkur að, það er búin að tala í 45 ræður hver þingmaður. Það er líka erfitt að segja, að við töluðum í 45 ræður hvert okkar og töfðum þetta í 4 daga en við komumst bara ekki lengra með það, þannig að við hleypum svo bara í gegn. Það geta heldur ekki gert það. Sko. Nei, það kemur eitthvað kaups og þá kemur samningar eitthvað. Og þá geti ríkisstjórnin sagt, ok, við frestum þessu bara með bókunina sem ég held að sé ekkit aðkallandi mál. Nei. En við hleypum veiðigjöldunum í gegn. Ég held að það verður ekki heldur. Það verður átök þar. Mér finnst bæði, náttúrulega Miðflokkur og Sjálfstæðisflokkur alveg einörð í gegn því máli og mér finnst líka komur óvart hvað sko Framsóknarflokkur er til í að fjárfesta í andstöðu við breytingarlög á veiðigjöldum. En það er líka alltaf þannig í svona einhverjum deilum eða eitthvað, þá er fólk að sko svona investera eins og sagt eða festa sig í því að það er erfitt fyrir að bakka út úr þessu og segja já, við bara handmæltum þessu og við getum ekki gert meira og það er svolítið erfitt. Já, ég er alveg viss um það að í veiðigjaldamálinu þá eru stjórnaranstæðingar undir miklu álagi frá
svo kallum hagaðilum. Svo byrja að kalla núna. Hagliðum eða hagaðilum. Hagaðilar, já. Já, ég held að sko, það fólk, SFS. Það lemur á þeim alveg endalaust. Já. Sjáum hvernig þeir eru farin að breyta taktík, eru búin að henda út þarna exit-auglýsingunum og nú kemur bara formaðurinn með langa ræðu. Já. Hvað er kost þessar auglýsingar? Þetta er í Hafnarfirði sem þetta tekið. Þetta er svo langt sko, þetta er svona allrast þessi fyrirtækin kasta í eina svona auglýsingu á gamláskuld, svona langa. En þetta er bara SFS sem er svona einhverjum einasta auglýsingatíma. Nema hér. Já, nema hér, já, skrítið. En mér fannst ég einhvern veginn misti þráðinn í þeirri auglýsingu. Hún byrjaði eitthvað að tala eitthvað gamalt áramótaskaup og eitthvað svona, ég bara misti þráðinn. En býst maður svo sem ekki við að fara að heyra eitthvað ný tíðindi í þessu. Þetta er nú bara sami málflutningurinn, það er eins og með málþófi, þetta er allt komið fram fyrir löngu síðan. Já, en þetta býður þings og þjóðar. Ég held að verið 2023 og þá var svona, þá var eiginlega ríkisstjórnin Katrínar Jakobsdóttur og Bjarnar Ben og Sigurður Inga ekki í stuði þetta, ég held að það verið verið að deila hval og bara allan anskotan. Að þá allt í einu mætir stjórnarandstaðan til þings og þá bara hendir ríkisstjórnin öllum málunum sem og bara allir sendir heim. Ekki sami raunverulega, það var bara einhliða uppgjöf stjórnarliða að bara koma engu í gegn. Og verður bara allir hissa sko, voruð ekki alveg áherslu. Þetta hefði ekki gerst áður. En heyrðu, ég var hérna í vikunni, þá voru hjá mér 3 fyrir þingkonur, Kristín Ásgeirsdóttir og Álfheiður Ingadóttir og svo Oddný Haraldóttir. Og við vorum að tala um málþófið og kvöldvinnuna hjá þeim og svona. Og þá sögðu þær Álfheiður og Oddný, þær sátu þing sem að því lauk ekki fyrir en ég man ekki bara sint í ágúst. Það var eiginlega ekkert sumarfrí, sko. Það var ekki hérna bara 2009 eða? Já, mögulega, ég man ekki. En svo og þau voru líka milli jól og nýjárs. Já. Þannig að þau, sem sagt, töluðu, sem sagt, sumarfríið og annars jólafríið af sér, sko. Það ég fór og tekkaði þing 2009. Það er sérst eftir kosningarnar. Það er síðasti fundur þar er 28. ágúst. Og svo ég get tekkað á öðru og fyrsti fundur var 1. október. Þannig að þeir fóru í smá frí í haustið. Einhver frí í september. Já. Þannig það er allt til í þessu. Svo voru þau líka þar á milli jól og nýjárs sögðu þær. Það verið fundið þá. Já, 23. þá var fundur á Þorláksmessu, svo var aftur fundur 28., 29. og 30. milli jól og nýjárs. Þannig að árið 2009. Var Steingrímur J þá þingforseti? Þetta var náttúrulega allt í steig, þetta er eftir stjórnin. Nei, hann var ekki þingforseti þá. Nei, hann var fjármálaráðherra og atvinnumálaráðherra og eitthvað meira held ég. Á kjörðumvelinu. Já, þetta fyrst sko, þá var hann þetta allt saman. Svo gaf hann þetta eitthvað aðeins frá sér þegar álið, en hann var rosa valdamikill. Var svona Íslands ráðherra. Já, þess vegna hætti menn oft til þess að segja sko ríkisstjórn Jóhönnu og Steingríms. Því að Steingrímur var náttúrulega ótrúlega valdamikill í þessar ríkisstjórn. Og svona ígildi forsætisráð, við varum með meiri völd heldur forsætisráð. Þá var ég náttúrulega með Sprengisand á bylginni og Jóhanna kom bara einu sinni til mín, en Steingrímur kom nokkuð oft. Hann var svona talsmaður ríkisstjórnarinnar, frekar heldur Jóhanna. Já, Jóhanna var ekki svona hennar forte eins og sagt að fara í svona spjall eða umræður. Þess var alltaf með skrifaða ræður. Ég held að bara alltaf, ég held ekki að fullir það. Nefnum kannski óundubúnum fyrirspurnum. En svona... Hún var ekki það sem var rétt að segja Steingrím að vera svona kjaftaskur og eins og margir af þessu pólitísku voru. Hún var það aldrei sko. Nei. Hún svona naut sín aldrei í því formi sko. Nei.
Steingrímur, hann var aftur svona stríðsmaður. En talandi þetta með að þau sem að vinna eða ekki vinna, þá finnst mér skrítin þessi tótt sem oftir kannski í svona sjónvarpsfréttunum, bæði á Stöð 2 sem heitir nú Sýn og Rúf, það sem hefur verið að tala svona að nú eru bara þingfundi fram á nótt og svona. Ég held að mikill meirihluti þjóðarinnar vorkinu þessu fólki ekki neitt. Nei. Og þau séu að vinna helgar og svona, þau eru að vinna í dag, við erum að vinna alltaf svona dag. Já. En það samt frétt, ef það eru næturfundir og annað, það er ekki að vera fyrsta frétt, en það er frétt samt, að þingi sé að störfum að nóttu til og hvað er þetta kosti? Til dæmis það þarf að vera starfsfólk næturlangt og þetta kostar bíla talsverða peninga. Þetta málþóf, það er örugglega að reikna þetta í fjár. Þetta kosti eitthvað svona, ég myndi gíska á svona 25 milljónir. Já, þetta er náttúrulega, allir á yfirvinnu bara. Já, það er mötuneyt og það er þetta og hitt og svona. Svo stundum hætt kannski klukkan 2:30 nóttina og svo nefndafundir klukkan 9 og þá nærði ekki lögbundnu hvíld og ef það gerist þá átt að vera á tvöföldum launum daginn eftir. Það ánáttur ekki við þingmennina, þeir eru bara á föstu launum, þeir eru ekki á yfirvinnu og eftirvinnu. En það á við starfsfólki, Já, vantilega. En ég hugsaði ekki sér vektunni þetta. Já, þetta er forvitnileg spurning. Herðu, ég tengið það ekki í pólitíkinni. Ég nefndi misti og vart út með Stöð 2. Já. Hefur eitthvað skoðanir á því? Nei, sjálfur sér ekki, Það skiptir nokkru máli hvað þetta heitir. Nei, mér kom í óvart að þarna voru eiginlega enga, þetta var bara svona útlitsbreyting. Já. Það var ekkert annað. Einhver svona tilkynning það að efni fyrirverandi Stöðvar 2 yrði ekki dreift í gegnum dreifikerfi Símans sem ábyggilega tilhneiging fjarskiptafyrirtækisins að nota fjölmiðlana sem markaðstæki. Þannig ef þú vilt horfa á fyrirverandi Stöð 2 Sýn, þá verður þú bara að kaupa fjarskiptinu okkur. Ég held að Vodafone sem heitir núna Sýn, og það er náttúrulega eitt í þessu, það hefur kostað eitthvað að vera með samningin við Vodafone og fá að nota vörumerkið. Þó að Vodafone í heiminum náttúrulega ekkert spennandi vörumerki eins og var kannski fyrir aldamót. En það var tilningin svo að það var dómur eða úrskurður samkeppnisstofnunar að með enska boltan að Síminn varð einhvern veginn að selja Vodafone þá enska boltan í einhver svona heilsölu verði. Þú máttir ekki nota fjölmiðlaefni til þess að þröngva fólki til þess að stunda fjarskipti. Mér finnst þetta að vera undirbúningur á því að láta á það reyna. Og ég veit það ekki. Það er ömurlegt fyrir fjölmiðlana að vera undir hælnum á fjarskiptafyrirtæki. En að sé þannig að við getum ekki hort á enska boltan í vetur nema að við séum hjá Vodafone eða Sýn. Ég held að það sé markmiðið að það þröngu okkur til að skipta. Já. Og það var einhvern veginn orðað þannig að öll dreifing á netinu og þetta með afruglara eða hvað það heitir sem að þú ert með eitthvað svona box frá símanum og það sé eiginlega búið. Og þar með er að segja það ef þú ætlar að ná í enska boltan þá getur þú bara að fara á vefinn og þóttu setja á símanum þá getur þú gert það en svona hægt og bítandi væri hægt að lokka þið til viðskipta. En fjölmiðlar allstar í heiminum standa mjög veikt og illa og það hjálpar þeim ekki að vera einhvern veginn reknir sem einhver næstum svo deild í fjarskiptafyrirtæki. Fjölmiðlar verða að hafa möguleika á að geta teygt sig þangað sem þeir þurfa til þess að geta verið á lífi. Ég man að þegar við vorum að byrja á Fréttablaðinu þá var það fyrsta árið í eigu DV-feðga og Sveinn hafði þá þann draum og Eyjólfur rak þá stefnu að Fréttablaðið mætti ekki fara í samkeppni við DV í smáauglýsingum og svo var eitthvað líka hugmyndur að við myndum láta fasteignaauglýsingarnar vera gagnvart mokkanum. Það mættum ekki raskan innu. En málið var það náttúrulega útgerðin á því að halda úti Fréttablaðinu og dreifa í öll heimili á stór höfuðborgarsvæðinu. Það er bara svo mikið að þú ætlar að láta þetta ganga. Það verður að teygja því í smáauglýsingar og verður að teygja því í fasteignaauglýsingar og verður að teygja því í atvinnuauglýsingar sem á þessum árum
voru kannski svona 40-45% af auglýsingamarkaðnum voru svona classifieds eða smáauglýsingar eins og atvinnuauglýsingar og fasteignauglýsingar eru raunverulega smáauglýsingar. Þannig það var eiginlega engin leið á að Fréttablaðið geti lifað ef það neitaði sér aðkomu að slíku. Og það held ég er sama við alla þessa fjölmiðla sem undir hjá Sýn, að þeir verða að fá bara að leita allra leiða til að lifa. Ef þeir eiga bara að leita einhverja leiða sem að þjónar fjarskiptafyrirtæki sem á þá held ég að bara muni hægt og bítandi minnka slagkraftið sinn og hverfa. Já, það þegar að DFF hægt að koma út og þar voru svona opinbera auglýsingarnar eins og sýslumaður og það var reynt að fá yfir á Fréttablaðið. Það fór bara orðalaust upp í moka. Það var svona samkomulag. Ég skoði þetta ekki svo langt síðan. Ég man ekki okkur ég var eitthvað að pæla í þessu. Þá fletti ég umfjöllunum flokksblöðin. Ég held að verið svona 90-91 eitthvað umfjöllunum þetta. Og þá var stuðningur við fjölmiðla með því að ríki keypti held ég 150 áskriftir af öllum dagblöðum. Og svo þegar Tryggingastofnun þá auglýstar í öllum. Og ég var að reyna að slá á upphæðina að þá þetta svona svipuð upphæð og í dag notuð í fjölmiðlastyrkin. Þannig að þetta og þá var sem að var gamla kerfið ekki bara betra að því að sömuleyti skekkja í þessum fjölmiðlastyrk af því að þeir sem eru stórir fá meira. En þarna var eiginlega hugmyndin að stuðningur ríkisins færi jafnt til allra. Alþýðublaðið fékk þetta einu sinni ári. Fékk hvað? Þessar opinberu auglýsingar frá sýslumanni, held ég að verið. Einu sinni ári? Já, og það hefði verið þannig að ámi heitina var eitthvað illa fyrirkallaður og yngar auglýsingar í blaðinu. Svo bara hringt til mín og það var látið vita að það væri að koma þessar auglýsingar og við vorum með 8 sína blað. Ég held að þetta hafi tekið 6 síður. Ég spurði hvort ég mætti skipta þessu. Nei, þetta verður að vera í dag. Það var morgun. Þannig var svona ríkinu beitt til þess að ýta undir jafna. Og raunverulega, eins og ég er að segja, það var eiginlega betra fyrirkomulega því að allir fengu það sama. DFF var svona fyrir utan, það var ekki flokksblað og fleira. Og ég held að það verið ástæðan fyrir að þeir fengu nauðungar frá fókgeta. Og það var þannig bara, það var þegar ég kom inn í blaðamennsku, það var búið að vera lengi, ég held að vera 8. áratugnum og held alveg út. Og það var eiginlega svona óbyrstuðningur. En síðan þessar smáauglýsingar, það eru náttúrulega farnar út úr blöðunum yfir í á netið. Og stór hluti af auglýsingafénu sem lá til grundvallar fjölmiðlarekstri kannski fyrir 30 árum bæði búin að bara hverfa og fara svo yfir til Google og Meta. Við munum það að á fyrstu hæðinni í Þverárhellu hjá DFF að þá var oft bara örtröðu fólki. Smáauglýsingar? Já, það var bara margir sem biðu. Þetta var Þetta er eitthvað fyrsta sem að netið tók. Það voru smáauglýsingarnar. Þetta er bara gott að hafa þetta í huga þegar fólk að hugsa svona hverju fjölmiðlarnir eru svona. Það er náttúrulega, þeir hafa mist svo gríðarlega mikið frá sér Þannig að ef þetta bera þá saman við kannski fjölmiðlarnir voru 1990 þá bara, það vantar kannski svona 15-20 milljarða inni í meðan við stærð samfélagsins vantar inn í púlíuna og það er ekki fengið með því sem sífellt að töðum hér að með því að taka RÚV á auglýsingamarkaði. Það mun ekki færa fé yfir til Sjónvarps Símans eða Stöð 2 eða hvað Sýnar eða hvað þetta heitir sem að Moggin með. Líklegast að stór hluti af því fé myndi renna bara til Facebook og félaga. Þetta var nú fjölmiðla. Það er að fara út í sólinn heldur í gestinir okkar. Við segjum þetta þá bara gott í dag.
Takk fyrir okkur. Takk fyrir samveruna og ég þakka öllu gestunum sem enga komið og Laufey Nýndal Ólafsdóttur sem hefur tekið upp og sendt út, en mest þakka ykkur sem hafi verið heima eða í bílnum eða út í móa kannski að hlusta og horfa. Þið breytið þessu samtali okkar í fjölmiðlun og þið hafi líka byggt upp dreifikerfið eins og ég bendi stundum á að með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem ykkur líkar hérna á samstöðunni að þá verður dreifikerfið til, það er bara byggst upp á góðri afsvörn. Það má finna efnið okkar á Facebook og YouTube og öllum hlaðarsötum undir nafni samstöðurinnar, líka einstakra þátta í hlaðvarpinu. Við erum í útvarpinu 89,1 á stóru höfuðborgarsvæðinu sem er næst alveg á sunnanvert Snæfellsnesi, langt upp í Borgarfjörð, upp á litlu kaffistofu og út á Reykjanestá. Það má líka sækja þær útsendingar á netið, á spilara.is, hann er á netinu spilara.is, en það má líka hlaða spilarann niður í síman og hlusta á samstöðunum allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við Síman fjarskiptafyrirtæki, það eru númer 5 á fjarstýringunni, það er eitthvað helmingur landsmanna sem eru hjá Símanum. Kannski ef til vill munu önnur fjarskiptafyrirtæki, til dæmis Sín, sjá sér hagið því að bjóða sínum viðskiptavinum líka upp á efni frá samstöðunni sem er 24 tíma sólring, 7 daga í vikunnar, allan ársins samfélagsumræða í Sonum Egils, Rauðaborðu og öðru þáttum samstöðunar. Það sem að knýr samstöðun áfram er sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hefur gerst áskrifendur. Það er fólk sem að telur að samstöð sé mikilvægur þáttur í lýðræðslegu samfélagi og vill leggja stöðinni lið. Það kostar, grunnáskriftin er 2.750 krónur og þú getur skráðið fyrir hana með því að fara inn á samstöðum.is, það er hnappur sem ástendur áskrift, þú mátt borga meira þú vilt og þeir sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið og það er einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. En þetta er orðið nóg í bili, við verðum hérna næst annað kvöld klukkan 8, þá verður Rauðaborðið, en ég óskugu bara góðra helgar þar sem eftir að venni. Takk fyrir í dag.